Góða kvöldið og velkomin í ljósleiðaradeildina, umferð 3 að hefjast hér í kvöld. Ég heiti Tómas og með mér eins og svo oft áður, það er Óli Krummi. Óli Krummi. Blessaður maður, hvað er ekki ferskur á þriðjudagskvöldi, það er ömurlegt veður úti, Já. Frábært veður til þess að sitja inni og horfa á smá CS. Já, konan með dóttur mína og bara, þú veist, ég er að fá frí til að horfa á geggjaðan CS, þú veist, þetta bara gerist ekki betra. Ég er að koma svona að bakinu á veikindarhrinu á heimilinu, sko. Það er búið að vera magapestir og svo núna er svo yngsta komin 41 stigi heita, sko, þú veist, og ég skildi konun eftir í súpunni, sko. Þú veist, ég þarf að biðjast aflausnar þegar ég kem heim. Já. En ég meina, Þór versus Vega, skilur ekki, þú beðið eitthvað betra. Það er nákvæmlega þannig og sko, ég var á Vega lestinni
Mér var næstu í hrind af henni, ég veist að grípa í eitthvað og halda helvíti fast. Já, við förum yfir það á eftir. En ég ætla að minna áhorundur á næstu helgi. Já. Það risastór næstu helgi. Ég heyrði að það væri skjálfti. Damn. Hey! Nice! Herru, við eigum smá auglýsingu fyrir þetta. Verður næstu helgi. Og þetta er náttúrulega risastórt fyrir þá sem að ekki vita. Skjálfti er mjög gamalt og rótgróið í íslenska bara e-sports menningu. Í den tíð þá var þetta mót haldið 4 sinnum á ári. Var þá í samstarfi við, eða bara haldið af símanum og þetta merki er rauninni bara komið frá símanum. Að þessunni þá að sjálfsögðu erum við að sjá fullt af geggjuðum sponsum hérna uppi og eins og sést hérna lengst til hægri, Síminn gaf góðfúslega leyfi að nota þetta IP frá sér sem ég er mjög ánægður með. Red Bullin okkar þarna líka. Já, nákvæmlega. Red Bull. Lenovo, ljósleiðarinn. Pizzan, í sportjan ef fólk vil fara út í nám. Já, nákvæmlega. Þór náttúrulega ekki á landinu. Hann er að spila erlendis. Í næst efsta liði á HLTV ranking sem að Íslendingur hefur nokkuð með að vera í. Sick. Sturlað. Ekki. Já, nokkrir aðrir hlutir. Ég hef persónulega farið á 4 skjálfta á minni tíð. Ég læt mig vanta núna sögum hluta en ég ætla að vera á svæðinu. Ég ætla að vera á svæðinu, heilsa upp á fólk og ég mun áreita músamáttur og alls konar. Ég ætla að kíkja líka. Já. Ég er vissulega ég er að spila golfmóti á 27. Þannig að ég missti það fyrir hlutanum 27. En annars mun ég vera þarna, tek krakkana með sjálfsögðu. Þeir eru all in í rafíþróttum. Kannski ekki annað hægt þegar pabbi er búin að vera svona djúpur í þessu síðustu ár. En þeir eru eftir að skemmta sér alveg konunglega, fylgjast með Elko-deildinni og Fortnite-keppnin alltaf á hverjum mánudegi. Alveg bara eins og þessu trúarbrögð. Þeir gætu verið að horfa núna líka, fylgjast líka með ljósleiðardeildinni og þannig að þeir eiga eftir að hafa gaman að og ég hvet að sjálfsögðu alla til þess að koma og taka þátt í gleðinni. Þetta er líka, þú veist, þessi endurvakning, hún er bara, ef þetta gengur vel og fólk er að mæta og fólk er að sýna svo áhuga og fólk er að peppa þetta, þá gerir þetta aftur. Ef þetta gengur óslega illa og það er bara eitthvað svona, þá gerist ekki aftur. Heyrst hefur allavega að það er fullt af swag í boði. Þegar ég segi swag þá peysubólir og svo framvegis. Ef þið sjáu ykkur ekki fært á að geta mætt á mótið, keppt á mótinu eða bara lanað á svæðinu, endilega styðið við góða málstað og það er ekki verra að eiga eitt svona glæsilegan ból frá Skjálfta því að þetta var alveg coveted í gamla daga, sko. Já. Bara þokkalega. Og þú veist, er það ekki svolítið ábyrgð okkar þeirra sem svona, við erum farin að komast á efri árin í gamer-árum í það minnsta? Já. Er það ekki svolítið ábyrgð okkar að skilja eftir arfleið Skjálfta fyrir næstu kynslóð og kynna þeim fyrir Skjálfta, tryggja það að Skjálfti fái að lifa áfram og svo þetta verður svona dreamhack okkar í Íslandi? Já, bara tvímælalaust. Það er ekkert annað í boði. Ekkert annað í boði. Ég minnir að seinasti Skjálftinn hafi verið líka 2005 langar með að segja, 4 eða 5, þannig að þetta væri þá 20 eða 21 árs pása og geri aðrir betur að endurlífga LAN eftir allan þann tíma, það er rosalegt. Já, ég bind vonið við það að þegar við horfum á Skjálfta eftir 3 ár, þetta er að fara að ganga sjúklega vel, að allir sem eru að horfa er að fara að mæta eða ringi frændur og frængur og vini og bara segja, hei, fjölmenna. Ég gerir ráð fyrir, ég myndi segja 3 ár, þá er þetta orðið alþjóðlegt mót. Það var ég styrlað og ég tala ekki ef að metnaðurinn og bara fjármagnið, tölum bara hreint út, geti gefið ykkur VRS-stig, það var ekki. Ég meina, þú veist, það er mögulegt í dag, skilur við. Númer 1,
rafíþróttir heimsins búin að stækka, fleira fólk að taka þátt, það meira fólk sé að ferðast á milli, íslenskt lið hefur komið séð og sigrað í bresku keppninni, þannig að Breiðarnir eru stutt frá okkur, Ísland mjög tengt land, með beinflug til einhverja 56 flugvalla eða eitthvað líka, þannig að þú veist, það ekkert því til fyrirstöðu að fara og heyra í tyrknesku liðum, heyra í dönsku liðum, sænsku liðum, bresku liðum og segja, hey, við erum með cool ass LAN hérna, þú veist, viljið ekki koma og gera smá úr þessu. En þú veist, eins og ég segi, bara allt að ganga vel að sjálfsögðu og því meira sem við peppum, því lengra getur þetta farið. Og ég verð þarna alltaf, ég alltaf klappstýra nummer 1, sko. Ég læt alltaf sjá mig á öllum svona viðburðum og þú veist, og það, ég veit það ekki, þú veist, mér finnst það vera svona, það underappreciated, það undirmetið eða metið, vannmetið. Vá, undirmetið maður. Enska er gegn sína sko, veist, ég alltaf að reyna sko. En það vannmetið líka bara þú veist hoppaðu inn á streymi eða rafíþróttir eru live og þú veist horfðu í 10 mínútur og kynntu þér aðeins hvað er í gangi skilurðu, þú veist, kíktu við á einhverja viðburði og segðu hæ og heilsa við fólki, þú veist, það gaman fyrir okkur að sjá ykkur, það líka bara gaman fyrir ykkur að sjá aðra, þetta styrkir samfélagsböndin í kringum rafíþróttirnar og þetta var svona geð trömpleg andarhreyfing hjá mér. Þetta er blýanturinn. Þetta er blýanturinn. Þetta er actual size. Já. En já, þannig að þú veist, bara eins og ég segi, skilur, það vannmetið að bara gera litlu hlutina. Þú veist, litlu hlutinir, nóga fólki gera þá, það safnast þegar saman kemur. Þú sagðir, sko, kom sá að sigraði, Dusty þegar unnu Epiclan. Þetta var til í sjómats á milli, sko, besta breska og besta íslenska, kallaði Code Wars. Það var í geggja. Já, nema fólk mögulega myndi halda að þetta væri actually leikur í kót. Við viljum það ekki, sko. Þannig að við þurfum að marka þetta bara fiskur. Já, logo verður fiskur og það fer ekki milli mála að þetta er þorskastríðið. Já, velunin eru 2 tonn af óslæðin þorsk. Það var sturla. Það væri svo geggjað sko. Þú ert með bara fulla fristikistu allan daginn. Við erum konur í ruglið, við skulum fá upp á skjáinn fyrsta lið kvöldsins og já, ef mér skjátlast ekki þá er það Þór og sko Þeir elda okkur. Já, þeir elda okkur. Bjarni, Viktor, Stjáni Guli, Mozart og Tætt. Nú vorum við við erum búin að horfa á Þór núna, smá. Við vitum dálítið hvað þetta lið er og þeir byrjuðu á að leggja Neistafell í fyrstu umferð, bara opna leik mótsins, svo má orðið komast. Áttu erfitt uppdráttar í overpass, þar sem að það var overtime pass, eins og kallaði það sjálfur, og voru síðan dálítið ekki alveg með puttan á púlsinum í leiknum í seinustu umferð á móti KPJ og þeir voru bara rústa. Þetta leit ekki vel út og við vorum að tala þetta lið í dálítið svona one to watch, eitthvað sem vantaði upp á þetta lið og þetta gæti verið á svona trajectory eða hvað er íslensk orðið yfir trajectory? Ferill. Já, þeir eru á ferli að komast upp í þetta spáða sæti hjá mér sem er 4. sæti í deildinni. Tap á móti KPJ var samt svona pingu, ég gat alveg síða fyrir, þú veist, það var ekkert sem kom á óvart, en hvernig er eftir að vera á móti Vega, því að Vega eru þrusu gott lið? Sko, við tölum þetta í síðustu viku, því núna erum við að fá 3. vikuna þar sem við erum að lýsa leik hjá Þór. Já. Og það er rauninni bara þar að, skilur þú veist, þeir eru tier-sided, þú veist, það vantar aðeins upp á, við sáum þá standa alveg þokkar að þeir spiluðu alveg ágætt tier-side í Inferno til dæmis, og þeir áttu ágætt tier-side í Train, þú veist, en bara CT-hliðin það vantaði eitthvað upp á samhæfinguna og rótiringuna og allt það og það bara svona komum að falli. Við erum með Vega upp á, þú veist að segja, þetta er alvöru lið og við sjáum það bara Virus, Vanker, Brian, Kitty Disco og Death Cake line-upið hér í kvöld, en Þór er samt þetta lið sem er með stíganda, þetta er með fólk og fólk innanborð sem getur gert frábæra hluti. Núna eru búin að fá nokkra official leiki undir beltið, þeir eru búin að eiga
spretti þar sem þeir hafa virkað rosalega flottir, Já. spretti þar sem hafa virkað mjög ósannfærandi, náðu þeir að sauma saman eitthvað hérna á móti Vega þar sem að bara sannfærandi spretturinn aðeins lengri, því að það munar ekkert alltaf mjög miklu hjá þeim, þú veist, til þess að vera bara lúkka bara frekar dominandi. Ef þau bara kippa þess í og þrengja þess að og setja í hliðinni, þá held ég að þeir eigi alveg sens á að gefa Vega góðan leik. Já, og talandi einmitt Vega, Vírus Vanker, Brian, Kid Disco, Deathkick, sko, þegar ég var að máta saman þessi tvölið, þá sá ég augljóslega það að fraggkrafturinn, hann er Vega megin, en það er stjörnmerkingarna, sumir af þessu leikmönnum sem að ég tala sem að geta gefið hennar svakalega fraggkraft, þeir eru rosa on-off og við tökum þá Vanker sérstaklega sem dæmi. Þegar hann er on, hann er besti leikmaður á svarunum, hands down, frábær leikmaður, en hann á ekki alltaf þessi leiki. Brian, það er búið að tala þeirra mann í mjög langa tíma, hann átti að vera inn í þessari deild fyrir löngu síðan, ég er að vinna að sjálfsögðu sem að gera honum erfitt fyrir, gott að sjá hann, en við þurfum að fá hann inn í leiki og ég þarf að sjá það frá honum og ég meina, var hann að sína á móti Hyper, þeir töpuðu 2-1 þar á meðal 13-1 tap í pikkinu sínu overpass. Já, allir við sjáum ekki óuppast banna þá í kvöld. Á þeim orðum ef við ekki fá bara vítóið og sjáum hvað við getum boðið upp á þar, því að ég er nokkuð viss að Vega séu að fara að láta slæja sig í óuppast. Talandi on-off, maður getur ekki tapað 13-1 sko. Nei, þú mátt. Þú getur ekki pickað mapp og tapað 13-1. Þú veist, það fer líka bara með egoðitt í mappinu. Þú veist, bara hvernig þið að fara að mæta ef við förum í óuppast akkurat núna, sem við gætum alveg vel verið að fara í, hvernig þetta að fara að mæta inn í þann leik, bara rándi eftir 13-1 steamroll og vera bara, já, ég er confident í því sem við erum að gera. Það er alltaf bara geðveikt, sko. Það þarf hreðjar til að gera það. Það þarf sjálfstraust og já, Þór banna Ancient, Miraz bannaði Vega, svo sem alveg eftir bókinni. Þór pikka Train, litu vel út í Train. Já. Þú veist, mér fannst, þeir litu bara vel út á T-hliðinni í síðustu viku. Já. Þú veist, það var bara þannig. Það bara, C-hliðin var ekki nógu krisp hjá þeim. Og þeir pikka overpass, þú veist, það er bara á borðið. Já. Það er bara þannig. Þetta er algjörlega þannig og ég kann að meta það, sérstaklega það sem að Neisti var að halda í við Þór í overpass. Já. Það er hægt að sjá það. Ég meina, í 13-1 tapi, ef þú horfir á leik hjá Vega í 13-1 tapi, þú getur ekki pika neitt upp, þannig að, en Þór notaði allt sem þeir gátu til að ná sigri á móti Neista, sko. Allt. Þú veist, byrjunin af mjög mörgum ströttum, bara ekki hvernig þau virka. Bara hvernig endar það, ég veit ekki, við komumst aldrei inn á sæt. Við náum aldrei að róta þetta. Þór tekur út Dust 2, Inferno tekið út af Vega. Make a sense fyrir Vega vilja ekki fara í Inferno, þú veist, mér fannst Þór ekkert vera of slæmir þar, skilur við, þú veist, bara áttu sterka T-hlið eða þeir akkurat þrengja að setja í hliðinni og ég meina það var þarna, skilur við, eitthvað rugglað 1v3 clutch sem að gerir það að verkum að Þór ná ekki fótfestu í setjahálfleiknum sem þeir hefðu alveg mögulega geta snóbólað yfir í sigur, þannig að, þú veist, já, bara make a sense að fara með þetta í núk, við erum Ísland, það elskar allir núk. Þetta virðist vera nýja íslenska mappulið. Við erum búin að sjá mikið af Train, mikið af overpass og við erum búin að sjá mikið af núk. Vantaði aldrei inn með rasið, Íslendingar hafa einhvern veginn aldrei verið eitthvað rosalega mikið fyrir með ras, þannig séð Dust 2 eitthvað verið pikkað og vantaði aldrei upp á. Ancient vissulega, þú spila töluvert í deildinni hérna heima og Íslendingar spilaði gríðarlega mikið. En þú veist, Inferno aldrei náð fótfestu eftir að koma aftur tilbaka. Nei, mér finnst það skemmtilegt. Mér finnst mjög gaman að fá þetta mappúl, sérstaklega sem við erum alltaf að fá núk í Decider. Já. Og við erum að sjá meira Train, sjá meira overpass, við erum búin að sjá þessi lið spila hinn mappin mjög mikið. En mitt prediction er það, eftir því sem við förum að færa okkur inn á seinni partin af seasonu, þá er eftir að sjá mappúlið skipta. Já. Þú veist, þú ert búinn að deploya öllu sem þú getur deployað á möppum eins og Train, á möppum eins og overpass, fólk er byrjað að lesa, byrjað að counterstrata og þá byrjar að hugsa, herri, ok, við erum ekki búin að spila Ancient en við kunnum alveg Ancient, skilur við erum með alveg djúpa bók hérna, þú veist, það eru 20 blaðsíður á glósum, tökum bara Ancient, þú veist, bara fyrir næstu umferð, preppum Ancient og svo bara fáum við allt í hennu bara, held ég, massivt shift. Mér finnst það nefnilega rosalega vannmetið
að vera með þetta Joker pick inni sem að væri þá eitthvað sem yfirleitt verið bannað. En við erum tilbúnir að fara inn í leikinn eftir örskamma stund. Train fyrsta mappið. Hvernig heldur að serían muni fara og þá sérstaklega Train mappikki á Þór? Sko ég ætla að gefa þeim 2-1. Fyrir Þór? Ég ætla að gefa 2-1 í seríunni. Okay. Ég held að Vega eftir að merja þetta. Ég held að Vega eftir að koma sterkir tilbaka og overpass. Það Þór eftir að taka Train og ég held að við sem að fara í nailbiter í þriðja mappi. Ég ætla að skrifa þetta niður á blað hvað ég held að muni gerast en við erum komið live, það Train. Skrifa það niður á blað og setja það í umslag og svo þegar í lok deildarinnar sko. Þá opna ég hvað fannst mér Vega Þór leikinn. Ég held að Vega taka þetta 2-0. Já, nei, ég meina, þú veist, það alveg, skilur, þú veist, það leiðilegi spátumurinn, sko. Ég trú á mínum mönnum að Brian, hann búinn að opna reikningin, hann finnur Stjána Gula þarna í kompunni. 3 inn í Brian, nice skotinu! Rífrakið komið út og það Kitty Disco opnaði fraggreikningin, Vírus hjálpar til og allt innu Bjarni einn eftir. Ekki skal vanmeti líka að minna áhorundur á það að Bjarni, gamli góði ingemlítirinn hjá Dusty var eitt sinn, það var ekki langt síðan, ingemlítir hjá Vega. Þannig að þeir þekkjast gífulega vel að sjálfsögðu. Þá var Kitty Disco og Brian ekki í liðinu þá, þannig að það aðeins breyting til en samt sem áður, það eitthvað til í þessu. Bjarni, hann komin einu skrifi nær að ná klötsinu þarna, hann að leita að einhverju frá Deathcake, ákveður að henda flassinu út. Spurning hvort hann fá einhver tækifæri að taka einangrað fæta, þannig að Deathcake má ekki píka aftur eftir þetta. Það myndi bara gefa frían séns. Anna flass hérna á Bjarna, nýtti það til að koma sér út á e-box, tekur út Vírus í EHF, en Deathcake lokar þessu. Þetta hefði verið bara ljóta klötsið, sko. Það hefði alltaf verið fáralegt, en Brian, crisp skot þarna. Hvernig semi-jigglaru pop-dog í þrjá gaura og lappar í burtu án þess að fá því kúlu og ert með fragg. Bara cool guys walk away from explosion, sko. Það bara út í þannig. Það nákvæmlega þannig. Það var eiginlega bara svona einhverja gangstertónlist undir, sko. Hann rændi þá fraggið þarna. En 1-0 og það full glokku spar. Og það gífurlega sjálfsíð að við sjáum sóknina sigra þessi ránd, en það ein digla til að malda í móin hérna á Mozart. Ég ekki rosa hrifinn að hann eigi verið að kaupa hana hins vegar. Sögum þess að hann vappin í liðinu. Deathcake fær, þarna geta þeir ná planti. Já, gera það. Mozart, hann tengir í haus þarna, tekur Kitty Disco niður. Það bara Stjáni Guli þarna eftir, mollin á bombunni, búinn að þvinga hann til hliðar. Ég myndi segja bara ansi vel gert með að við glokkur og eina deglu að ná plantið þarna. Sérstaklega að keyra á innisætin og vera ekki bara straujaði niður af Akirunum. Þeir voru 2 inni líka tilbúinir að taka á móti þessu. Þannig að ég myndi segja að Þór sleppi ansi vel frá þessu. Já, mér finnst merkilegt að hafa náð bara bombur niður. Bara sérstaklega einmitt 2 inni, þú veist, annað með MP9 þannig að hann átti eitthvað jú til. Það var smókur til í þokkabót. En já, það AK kaup hérna. Ég ætla líka að minna fólk á að Stjáni Guli gamall leikmaður Vega. Hendaði út af það líka. Mætti halda að leikmaður var eitthvað að færa sig milli liða. Nei, það gerist aldrei svona. Nei. Aldrei, maður. Það allt sem er liðin, ekki? Dusty. Viktor, hann opnar hérna á Vanker. Komur á óvart, Brian, hann í, sníki stöðu. Viktor búinn að koma sér í örugt skjól þegar þessi molli lendir, Víruslætur heyra í sér. Og veist það, sko, ef það kæmi allt í upp svona glitch in the Matrix, þar sem að Vírus gæti dottið inn í skjáðan sín, að það undan gera það, sko. Það bara svona allt í svona Narníu dæmi. Herri, Bjarni, hann lappar hérna bara inn í Brian og Viktor ekki nógu fljótur á rífrakinu en nýtir sér þennan smoke frá Brian. Þeir eru þá 4 á 3 að fara að kremja útisætin hérna en Deathcake, hann farin að lörka. Mozart með puttan á púlsinum! Og þetta hlýtur að vera rándið nema Vírus og Kitty Disco gerir eitthvað stjartfræðilega gott. En þeir frista.
Ég er hrifinn af þessu, sjá hvort að einn af þessum tveim ætli að fara í eitthvað play og þar tvo hér Kitti með 2 vírus og þetta gat ekki gerst verð. Viktor gæti klötsa þetta, grensan gæti verið góð en allt kom fyrir ekki. Viktor með 3K í rándinu, þar 4K til þess að klára þetta hér. Kitti kringum bombulestina hér. Viktor Tímasetningin. já, og með smókin uppi og það er Kitti Disco með 3K til að bjarga þessu rándi. Glæsilegt 2K yfir í 1-on-1 og klárar dæmið. Þetta átti ekki að vinnast. Nei, og þarna erum við strax komni með rándið frá Þór sem að bara þeir áttu að vinna en unnu ekki. Já. Við erum bara að sjá þetta í hverjum leik bara, þú veist, núna er ég ekki með nákvæmt ránd það sem það gerðist í hverjum einasta leik en mér líður eins og við séum bara að sjá þetta einu sinni í hverjum leik. Já, einu sinni ef ekki tvisvar. Þeir eru að setja sig í stöðu til að komast inn í leikinn aftur en þetta er svona þetta swing round sem að fellur bara ekki með þeim. Já. Og þetta kemur bara með spilatíma og pingu heppni. Sumir bíða í langan tíma þangað til að geta unnið þessi ránd. Ég meina, tökum bara Liquid í alþjóðlegu sérunni sem dæmi. Þeir eru aldrei að vinna þessi swing roundu í kjölfarið, þá eru þeir svona hársbreytt frá því að gera góða hlutina. Tætt! Það var að sníki þarna. Ég myndi segja að náðu þeirra sníki, hann bara kláraði ekki kontakti. Já, það er herslumurinn. Tók samt eftir að Tætt í Þórs peysu. Hann er Double agent. Já. Nei, já, hérna, Alls ekki? nei, hann er að reppa. Já, ég fíla það. Þetta er svo glæsilegt. Hann er algjör rifflari af guðsnáð og ég tala ekki um það þegar hann grípur í prikkið. Bappan, þar að segja. Já. Þá er hann frábær, en hann er alltaf í liði með vírus, þannig að það er erfitt að hrifsa prikkið á honum. 4-0, Vega, þeir voru í pinguvesin í fyrsta gunroundi en púsla þessu saman og keyra í það 4. tiltölulega auðvelt. Brian aftur með 3K núna í kompunni. Hann er algjörlega að ráða yfir henni og þeir verða Þórsarar að ná stjórn á henni til að ná bara einhverju makkkontróli og setja pressu á Vega í sítsetinu sínu. Og Viktor glæsilega gert þetta. Frábær! Viktor er búinn að vera rosalegur í kompunni, búinn að finna opnun úr þessari possu núna tvisvar sinnum og það er ekki séns að hann fá að komast upp með þetta aftur út leiki. Út frá þessu 2K á að vera fyrsta rándið. Punktur, það fyrir aftan. Það er bara þannig. Smoke kemur út hérna í fjarkan, Molly for Death Cake, hægir á þeim, Mozart, hann er taktfastur! Til að kreista þá út úr kompunni, en þarna eru bara öll fröggin að falla með Vega og allt í röð. Tætt hins vegar í bak. Hann er með molla, hann þarf bara eitt fragg hér. Finnur hérna fyrsta mollin er góður, engin smókur á Vanker, allar að halda sinni, það er ekki séns og það er eymd í augunum á Vanker þegar hann tapar fyrsta rándinu fyrir sína menn. Þetta var peysan. En þvílík staðsetning þannig á Tætt að vera búinn að taka ákvörðunina að taka hæga flanki þarna, bjargar liðinu. Hefði alveg verið í vesinni ef hann er staðsettur í 5-unni, í fjarkanu, einhvers staðar inn á sæt. Þarf þá að spila, hvað getur sagt, á skapandi hátt til þess að ná að einangra þessa 2 barda. En fær þarna tækifæri. Ég sá ekki hver það var samt, hvort það hafi verið Vanker sem var þarna upp á og var að horfa í Konna samt þegar hann mætir. Það er alveg, þú veist, ákveðið svona 200 IQ að vera að fylgjast með flankinu. En nær ekki að tengja kúlur og klára rándið þarna en þetta ránd var tæpara heldur en það átt að vera. Þú veist, þeir eru 4-2 aftur, þeir missa 3, þeir setja þetta í clutch á Tætt í 1 á móti 2 og það bara má ekki gerast ef þeir ætla að koma sér oftar í þessum leik í þessa stöðu. Og ég er búinn að tala um það. Þeir hafa verið sannfærandi tímamein, núna þurfum við að sjá þessa sannfæringu hér á móti Vega. Algjörlega. Bara klára rándin. Sammála því, swing round núna sem að hefst Vega á senasta kauprinsinu, vírus og Kitti Disco með 2 vírus með sinn annan í þessu rándi og Bjarni allt í einu að missa helling af leikmönnum. Þessi mól er ekki fara að spretta, Bjarni heitt í fótunum þarna
Opposí. Þessi Molly hins vegar heitir. Og lítið sem Viktor getur gert í því annað en að blása á eldinn. Viktor núna einn eftir. Smá jiggle peek í hann. 4 á móti 1. Þetta 15 rándið eiginlega bara í höfn. Ná að halda vappanum frá vírus í þvottabót. Smóka út Viktor, hann lætur vita af sér. Þetta út kompu var ekki skila miklu. Þetta átti að vera svona shock and awe sem að Bjarni kallar hana. En já, bara góð flöss hana og gott util sem að aftar þessu. Fyrir annars smókur, það bara tefur Viktor ennþá meira. Og peningurinn, við skulum ekki hverfa frá því. Þetta var eins og ég talaði í byrjun ráns ákveðið swingránd og þegar bæði lið voru alveg staurblöng. Þór voru búin að resetta einu peningabósu niður. Hversu pirrandi hann nennir ekki að bíða lengur sko. Þetta, ég skil hann vel. Bara þriði smókurinn kominn, bara nei, ég ætla ekki að... Ég held að Brian hafi setið á smók líka, sko. Það var ekki búið að henda einum smók frá hliðinni á Vega. Mér sýndist líka Viktor bara ekki einu svona pæli að koma eitthvað annað, sko. Bara nei, ég ætla ekki að pússa neinstar annars staðar enn í kompuna. Men þarna samt, eins og þú segir, þetta hefði verið stór sigur fyrir Þór að þeir hefði náð að sigla þessu heim, bæði upp á peningin sinn, en líka bara upp á að fá þá gunround og móti Íko hérna hjá Vega. Vega eru núna einni lótu frá því að tryggja sér allavega helmingina rondunum í hálfleiknum, þannig að það er ekki svona seinna vænna fyrir Þórsara að fara að láta þess kveða heldur en akkurat núna. Og spurning hvort að Tide nái einhvers konar tímasetningu þarna í ævi, nei, hann smókar og lætur sig hverfa og það á að vera kistla inni með pistlunar. Deathcake, Mollin kemur á góðri tímasetningu hér. Þannig að hlaupa í gegn og það er Stjáni, Brian kominn í rotatið. 1-5 þurfa að jútila örlítið meira niður fjarkan en rotatið er komið. Þetta er að gerast á lélegri tímasetningu og já, það er rauninu bara kraftaverk hér til að sigla heim þessu rondi. Ennþá með... Nei, þeir eru búin að missa bombuna. Þeir eru búin að missa bombuna frá sér. Næri grensu. Kitty Disco með frakkið. Þetta er 6-1. Helmingurinn að rondunum er svo talað og þetta er þægilegt eins og staðan er í dag. Tómi, Brian er 13-3. Já, hann er 13-3. Hann er kompuleikmaður, var kominn inn í rotate. Eða þú veist, þeir voru búin að ákveða við ætlum að spila tverinni. Já. Þetta er lesið. Já, og ég meina, þú veist, miðað við líka bara árangurinn sem þeir eru búin að vera að ná frammi, eða úti, hérna í þessum leik, þá ertu ekki rosalega hræddur við þá að þeir taki útipúsið á pistlu eða hálfkapi. Þannig að ég held að það sé alveg 100% rétt kalla af nokkur mismunandi ástæðum til þess að setja 2 inni í þessu rondi, því að það er eiginlega eini farvegurinn sem þeir eiga til þess að vinna þetta round er að ná að koma þeir óvörum með einhvers konar innipúsi. Búin að lesa mögulega kaupi líka og vita, já, þeir náðu planti með glokkum, Bjarni vill þetta ná planti og í kjölfarið stakk inni, bara flott play. Flöss komaði inn í kompuna, vírus með vappalínuna og já, það er vappa advantage akkurat núna til Vega. Engin vappi komin á Mozart. Svo núna langar mig að sjá, já. Snýstileg 2 hauskot hjá Kitty Disco. Ég veit ekki hvað ég á að segja. Þú veist, mér finnst bara Vega vera að strauja í öllum fætum. Til dæmis eins og í kompunu þegar Kitty nærða 2. Þeir geta double swinga. Það er smókur ennþá fyrir Kóri og fyrir EAF, sko. Þannig að, þú veist, þeir geta gert það, þeir bara gerðu það ekki. Ná Kitta þarna niður í 13, en það er Stjáni Kvíli hérna. Kitty, 13 HP er allt sem hann þarf og Bjarni fer í svona, myndi ég segja, svona tilt swing, bara svona pyrrings swing hérna og feysar bara allar mögulega línur úr kompuni í einu og hann ætlar að reyna að finna eitthvað bara svona til að resetta egoið en 7-1 er staðan og þetta Þórslið sem er að mæta hérna ekki að mæta mjög sannfærandi til leiks þessa vikuna. Veist, þeir eiga meira inni, þú veist, það er enginn að segja mér að þeir séu ekki bara eitthvað off akkurat núna, þú veist, þetta er ekki, finnst mér, sama lið og við vorum að horfa á TSI í train í síðustu. Nei, ég samfærum ekki, en
Það verður að segjast að Vega hafa alltaf verið með gífurlega gott bara city-set. Einfalda vegna þess að þeir spila mikið saman. Þeir hafa spilað saman í ár og í þokkbóð þá eru þeir bara tilbúinir í að hjálpa manninum og það er bara það sem skiptir máli city megin. Vírus búin að vera virkilega öflugur á þessum vappa. Bara búin að vera að skila sínu í hvert einasta skipti sem hann fær mann í línuna, þá skilar hann frakkinu heim og upp á töfluna. Við vitum að það er vappið Þórsbein. Þú veist, það er hæfileikaríkur vappi sem að er, já, ekki bara stríki, heldur líka er mjög aggressífur og skemmtilegt að horfa á. Engin vappi komir í hendurnar á honum termein. Nei, og bara stefnir ekki í. Þú veist, ég meina, Tide hefði getað keypt minna stöf og droppa vappa núna en þeir heldu að það hefði skipt einhverju máli. Þessa grafík, maður. Já, þetta er flott. Þetta er geggjað. Gulur decider. Neutral litur, sko. Neutral litur. Gulur er samt náttúrulega bara andstæðan við bláan, sko. Og grænn er andstæðan við rauðan. Ha? Já. Ha? Já. Já, já. Á litarhingnum, sko. Já. Ég misti þessu, ég fór ekki myndlistaskóla. Maður lærir alls konar í sálfræðinni, Tómi minn. Herðu, Tide, hann er komin hérna á uppáhaldsstaðinn sinna á mappinu, það er Ivy. Hann er búinn að finna tækifæri þar hingað til, en Viktor komin á uppáhaldsstaðinn sinn, Mozart. Herðu, þið keyptu vappan. Þið seldu Aquaman. Já, þið seldu, og Tide keypti minna stöf. Já. Okay, en það er Ivy núna, Brian, hann er bara á frábærum stað og Bjarni er ekki nógu fljótur í rýpikið, þetta er ekki nógu crisp. Er ekki nógu crisp og Bjarni bara einfallega þorir ekki að svinga í Brian hana. Skiljanlega með bombur á bakinu, þannig að það hefði líklegast verið búið ránt hefði hann að mista hana þar. Þannig að það er örlítið reset á leikmönnum Þórs. Bjarni á Ivy með vappan með sér að býða til smóklum. Þetta sundrar örlítið vörninni og Deathcake einangraðir inni en það lítur út fyrir það að þeir sé að fara að splitta hér útisætið. Brian fyrstur í vörninni hér og nær ekki skotin á Bjarni. Bjarni með gott skot, Mozart með góða línu þarna. Reynir að fá athygli til sín og það er grensuðna hjá Vanger. Disco er í frábæri stöðu. Vanger þarf í rauninni bara að lifa hér. Já, Kitty Disco enn sem komið er ekki neitt hættu frá Bjarna sem er komin í kóruð þarna. 20 sekundur. Og Kitty Disco finnur Bjarna. Það er bomban. Þeir þurfa að fara að ná í hana og þeir vita ekki hvar Vanger er. Stjáni Guli finnur Deathcake þarna í Popdog. Vanger lætur vita af þeim. Klárar þetta. Var glæsilegt skot. Dósarar komnir kannski aðeins nær því að tryggja sér yfirvegað ránd þarna. Þú veist, jú, þú getur alveg talað um það að Bjarni hefur átt að vera fljótari í double peakið á móti Brian þegar þeir eru komnir svo langt í Ivy. En þeir spila alveg ágætlega úr því, bara smókurinn fer niður, þeir býða eftir smóknum, ná pikkin á Brian, koma sér svona inn á sæt, en svo bara fellur sjálf sig, Kitty Disco með frábært play og já, Vanger klárar. Þetta er svona dálítið, þetta er aðeins dýpra en það líka, sögum þess að þeir gáfu svo mikið frá því að vera bara á Ivy að, þú veist, Kitty komst inn í kompu, en já. Gott tímplay þarna. Bjarni þétt þarna á eftir Viktor. Setti í 2-2. Vírus núna í Popdog. Þú er núna ekki að henda bombunni niður. Early sem gefur Deathcake tíma. Þess að það er ná í bombu. Hann heyrir þetta allt saman að Deathcake. Reporta því til Vírus. Lætur vita á sér. Opnar fyrir glugga fyrir Deathcake. Það er gott, tekur þarna fight. Nú er Deathcake komin í 1-2. Fullt belti af Util-vinnur. Og hann er ekki að nota neitt að því. Hérna á að láta Bussan að tala. Finnur Bjarni hana fyrst, en Bjarni snöggur á gegnum. Lokar þessu öðru rándi hérna fyrir Þór. 9-2 er staðan síðasta rándið. Klórað í bakkan Þórsmegin. En mögulega of lítið, of seint með hversu sannfærandi leik Vega er að spila hérna, þá þurfum við að sjá Þórsarana
virkilega loka fyrir hérna á City-hliðinni ef þeir ætla að klóra sér tilbaka í þessum leik. Algjörlega, það er bara algjört möst líka að strengja saman þessi 2 seinustu. En frábært kaup hjá Vega akkur núna, þeir voru búin að safna sér duglegum banka, 2 sem voru á $10,000 og það eru 2 inn í kompu. City-arnir eru ekki á því að gefa hana frítt frá sér. Kitty búin að laumupúkast inn, 1 hauskot komið, gæti verið númer 2, Brian er ekki að fara að klíra fyrir aftan sig og Viktor nær því fraggi. Ég skil samt ekki hvernig hann á nær fraggi þarna. Hann er með Viktor bara standað í baki á sér. Algjörlega, þetta er, ég veit ekki, Viktor að klóra sér á enni eða eitthvað, ég veit það ekki. Það hefur verið eitthvað svoleiðis. Ég meina þeir hafa bara aldrei búist við því að hann væri annar maður að fara að kíkja það nýða. Það er bara þannig. Hann hefði sloppið alveg 100% safe frá, hefði ekki Viktor verið þarna. Já, sem er klikkað. Já. En 4-3, það er staðan. Þórsarar með mannforskot hér. Stjáni kom með 1, Viktor jafna örlítið í liðinum. Kassi var svo mikið möst að koma inn. Já, Viktor hann búinn að vinna vinnuna sína vel, finnur næsta leikmann en fucker! Þetta hefði verið allt of tæft. Það voru 2 menn sem nikkuðu hann þarna. Já. Svona, þetta var double headshot feelingurinn. Blessar. Blessar. 9-3. Já, 9-3 hér í hálfleik. Þór með verk fyrir höndum hér. Það eru 4 lotur sem að Vega þarf að tryggja sér hér á T-hliðinni til þess að loka þessum leik. Þórsarar þurfa að vinna 9 lotur eða meira ef þeir ætla að gera eitthvað meira í þessum leik hér. Og það er pistol sem skiptir máli, Tómi. Já, fyrir Þórsarar Vega, já þannig séð vil ekkert gefa það frá sér en ekki jafn krúsjál, krítíst fyrir þá. En það er naglið sinni rauðastæði gegnum húsið. Setupið hérna frá Þór til að taka mótið þessu er ekki kannski frábært. Hleypa þeim út, Mozart búinn að finna fyrsta. Kitty Disco er búinn að taka 2 í haus. Mozart búinn að finna annan og Kitty Disco er komin aftast á lestin einhvern veginn. Bjarni fastur út í hotni. Einhvern veginn sleppur hann frá. Tætt. Stórt frakk þarna. Þeir núna og þeir eru að splitta HP-ina þarna kífulega vel. Vank allt í einu 1 á móti 4. Spottar hann út tætt í Kóru, sá einn í EOF og já, tætt, klára þetta. Það er lífsmark. Smá, hjartarhnoð er búið að vera í smástund. Það er lífsmark. Pistol setur Þórsar í góða stuðu hérna að taka mögulega 2 ránd hér til að opna seinni hálfleikinn, minkar þetta þá í 9-5. Ætti að spara hér, glokkuspar. En þú veist, sástu samt, Kitty Disco hleypur hann út og gússar bara 2. Já. Bara, þú veist, tekur það niður í lítið sem ekki neitt. Ég veit ekki hvernig Bjarni náði að lifa þetta af, en hann dró rosalega mikla athygli, vitandi það að hann var lár á lífi. Þannig að þeir einblíndu aðeins svo mikið á það að reyna að klára hann og secura sætin. Glimtu algjörlega að Tætt geti verið þarna ævimegin eða kóraumegin og hann virkast á réttum tíma. Og já, við fáum ránd hér til Þórs og sjá núna kaupin Þórsmegin, það eru 3 M4, 2 MP9, það er stöf á öllum, ekki fullt stöf, en það er bara 1 tekka hérna á hlið Vega, ekkert plant á sjálfsögðu. Og þá kér inni. Stjáni hendi niður mollanum, þeir hoppa yfir í 5-una, Viktor með frábæra móttökur þetta með MP9 en nær einungis 2. Tekkurnar gera góðan skaða og allt í einu Vanker í sömu stöðu og í fyrsta landinu 1 eftir á móti 4 og það er klárað einfaldlega. Já, segja, þú veist, hvað ég var að segja, bara við búist. Já, þú veist, plant hefði verið bara geggjaður sigur fyrir Vega í þessari stöðu en það var bara ekki séns. Það var leikmaður að taka mótið þeim í 5-unni og nær 2. Það er
ekki hægt að gera kröfu plant í þessari stöðu. Það er bara hannig, ég veit ekki alveg hvernig Þórsarar fóru að því í fyrirháleika að komast inn á sæt og planta með 2 inni. En Nei. Svona er þetta. Gegnum smókin. Úti play. Sprengt smókin. Og Mozart, hann heldur Viktor á lífi þarna, tekur death kick út í svinginu. Brian, hann er búin að finna fyrsta leikmanninn fyrir Vega. Og Vanger með annan, 3-3 hér. Stórt frag, sérstaklega í ljósi þess að 2 eru hálfir hjá, meirinn hálfir, þeir eru lágir hjá Þór. Bóttar hann út, glæslega gert hjá Vanger hann með 2. Bomba fellur, þetta getur verið risastórt. Mozart, fyrir haldið henni, en Kitty Disco, hann bara klárar þetta. Smókurinn var með þess að tilbúin til að droppa þarna fyrir framan hann og gerir þetta aðeins erfiðara fyrir hann. Þetta var bara shock and awe taktík, beint út miðju. Við ætlum að henda einhver í andlitið á okkur þannig að þeir að fara að eyða Util út leikinn bara þannig að þið fáið þetta ekki andlitið aftur. Já, Þór núna að kaupa, þeir eru að forsa, ná 2 M4 og koma vappa á Mozart. Stórt, það er stórt. Hann verður að fara að opna fragreikningin alveg galopna núna til að... Frætt inni. Það er skemmtilegt nokk. Nei, það verður popdog og Bjarni verður þar til að taka á móti, en hann er fallinn, Vanger galopnar þetta round hér fyrir Vega og þá er kallað á að hæja á engan asa hér. Fá Smokey Ivy. Ég held nú bara að Vírus sé frekar ánægður með að fara að hafa fengið hennar Smoke út. Ég ná ekkert að spotta hvort hann sé þarna eða ekki. Eru með mann í kompu sem er Death Kick. Þeir eru búin að loka í rauninni öllum avenues fyrir Þór að ná í eitthvað info. Þetta núna einn er allavega á Ivy. Ná að trappa vappan þar. Sem er stórt. Vilja hafa hann í rítinginu væntanlega inni. 2 búin að róta þetta þangað. Þetta var sjúkt! Skot með sér-setu! Ég held að fólk gerir sig ekki alveg grein fyrir því hvað var að gerast þarna. Þetta var ógeðslegt! Og bara mjög þörf líflína þarna fyrir Þór, jafna í liðum hér. Vappin er ennþá á Mozart, hann getur ennþá gert einhverja skandala. Stjáni Guli smókar þarna til þess að neyða þau gegn smók, fer inn í smókin sjálfur og ætlar að reyna að tímasetja þetta, gerir það vel en finnur hann eitthvað, hann finnur ekki neitt. Kitty Disco og Vírus eru samt búin að finna 2 hinum megin og Tæti falli líka, það er bara Mozart einn eftir. Vírus var búinn að róta þetta inn, Mozart í baklininu þarna, gerir ekkert gagn með vappan, ekki búinn að taka skot með fjárfestingu upp á hátt $5,000, lang mikilvægasta vopnið í þessu róndi fyrir þá og það skilaði engu. Úff, Tómi, úff. Þetta púsi gegn smókir hana var frábært, frábærlega tímasett, horfir á 3 menn í bakið og hann nær ekki að tryggja eina fellu. Já, það var nauðsynlegt að eitt af þessum svona púsum myndu skila einhverjum hagnað þarna. Rauðistíðin gerði ekki gernum smókin tæft, mjög tæft. Þá er staðan 11-5 Vega í vil, peningurinn ekki í góðum málum hjá Þór, en þeir þurfa að vera með einhverja mótspyrnu hérna. Þeir geta vissulega bara sparað, reynt að hleypa Vega í 12 og ætla síðan að vinna 7 í röð til þess að knýja framlengingu. En spurning hvort að þeir fjárfesti eitthvað í kringum að vappa, það er bara 1.57, 1 P250, engin armbor og það er þá bara allt á herðum Mozart hér ef hann getur gert eitthvað með þessu. Þeir ætla að spila nálægt hér í stiganum upp í Brownholes. Gamalt og vel reynt plan að stakka þarna í fjarkan en öll 3 fröggin falla til þeirra. Tæta á 5-7 verður að ná einum aðna en það er bara að vera á síðasetunni vinnur. Það er bara neitt. Ég meina, þú veist, en svo á sama tíma pældi bara tímasendingu, þeir eru báðir hoppandi þegar hann svingar. Já. Þú veist, hann ætlar að svinga og ætlar að taka þetta klassíska 5-7 move sem við sáum hérna frá pressa í fyrstu viku. Já. Þar sem að þú einhvern veginn getur stundum bara tengt endalaust í haus og bara wandingað alla niður. Já. Hann svingar og þeir eru báðir bara í loftinu. Þú veist, hversu ógeðslega pirrandi er það? Þú veist bara, já, ok, 1, 2 og svo horfur bara tær. Já. Þú veist. Óöfnið þarna hjá Tæt átti ekki mikið séns á þessari tímasetningu því miður. En núna eru komið vopn aftur, vapni komin yfir á Vegamenn
þeir þurfa bara 1 round í viðbót til þess að loka þessum leik og það Vírus sem að leita að opnun í gegnum kompuna. Mozart finnur Vírus en ekki hægt að ná í þennan vappa en Brian kominn á hann. Talaði mann aðeins á hann sem vappa og hann sýnir það hér. Opnun kominn til þeirra jafnaði liðum. Viktor heldur áfram að vera gífurlega mikilvægur fyrir sitt lið. Disco nýbúin að láta vita sér hann inni fljótur í rótið niður, Popdog geti komið einhverjum óverum hér. Ha? Hann á ekki að fá að gera þetta! Hann nær 2K labbandi út rauðastigann. En þessu svarað, það 2 á 2 hérna. Stjáni, hann að horfa akkurat í burtu! Deathcake inn í kompu með bombu. Flassi kemur inni. Tæt ætla að pússa inn í. Það Flassi kemur inni. Nær bombu. Veit af Kitta í rauða. Hann veit að hann var þar. Repositionar. Og Kitti fallinn. Tæt með 1v2 clutch. Glæsilega gert hjá honum. Þetta var a thinking man's clutch. Já, hann las þetta svo barnabók þegar Flassi kom inni. Hann var bara, það engin ástæða fyrir Kitta til að vera að flassa inni. Hann nýbúin að taka mannin sem hann var að pússa í hann í Popdog og hérna, þeir eru aldrei að fara að búast því að ég sé inni líka af hverju hann að flassa. Þá snýr hann við. Tæt læri litina. Já, þú veist, þetta var það einfalt, sko. Þetta var bara debill lætur ekki gabba sig, sko, þú veist. Þetta var ein af þeim, sko. En það aftur hratt úti hér, Viktor komin á sömu stöðu og hann búinn að vera í en Brian, hann bara komin í kóru! Já, þetta ákaflega góð staða fyrir Brian til að vera í næra af. Tæt að gera sér stóran enda í rauðastiganum og þetta gæti verið fyrsta flawless roundið hjá Þór. Þeir eru byrjað að býta frá sér núna. Já, ég veit ekki hvort þeir þurftu bara að hitta upp eða hvað, en þetta það komið miklu meira sjálfstraust í þetta ránd heldur en við höfum séð frá þeim hingað til og bara í þessa bardaga líka. Ég veit ekki hvað það en þeir hafa bara virst hikandi fram að þessu í mikið af þessum fætum. Já. Bara svolítið greipni niður með buxurnar á hælunum en þarna svara þeir svo sannlega fyrir sig. Þeir segja að það ekki dautt úr öllum æðum hérna hjá Þórsurum. Og hvað erfitt að vera akkeri inni. Áður bæði akkerinn í Þór og Vega bæði með 5 frögg. Já. Þetta skelfilegt stundum að spila þetta small side. Deathcake, hann fallinn. Já, hann eigur ekki reikningin núna. Vírus, hann var tekinn niður í 50 HP með grenum inn í kompu. Og aftur, Þórsar búinn að koma sér í góða stöðu hér í þessari lotu. Smókur rauða. Blokk fyrir rauða, blokk fyrir fjarka. En spottaði það vangar inn í kompu. Mozart þokkalega vissum að hann sé ennþá inn í kompunni. Kemur smá jútil og smókur niður fjarkan. Stjáni guli kanti smókar þarna og þeir ætla að fara í gegn. Molli inn í kompuna, Stjáni hann ætlar að ná einhver frökk hérna. Kitti sko, opnar þetta á Viktor, hann var inni. Vita Stjáni á að vera einhver starf inni. Hann var það að bíða. Með tæt. 4 núna. Stjáni nær bara einum úr þessari stöðu. Og þá voru 2-3 upp á mappið. Bjarni og Mozart. Í retakinu hér. Hann fer af olíu. Kitti sko nær honum. Mozart einn í fjarkanum. En bregst bógalistinn. Og staðan 13. Já, var þetta ekki 7? Jú. 13-7. Og miða við sko þetta sama gamla sagan. Þessi krítísku ránd sem að þurfa að falla með Þór voru ekki að gera það, síðan komast þeir í gang og þá byrjar eitthvað að púsla saman.
set samt stórt spurningamerki af hverju þeir kom ekki Mozart og Vappan bara mjög snemma í tersætinu til að reyna að finna einhverja opnanir, því að þeim vantaði opnanir. Bjarni var að reyna að kalla einhver röss út kompu, feilaði algjörlega, reyna að splitta rauða og kompu, feilaði. Hún vantaði bara að veikja aðeins vörnina og splittinni upp, og hvað er betra heldur en Mozart og Vappan en ekki nákvæmlega það? Það er bara svolítið þannig, og ég meina talandi þessi swing round, ef að fyrir að swing roundið fellur, setur Vega yfir og Spar, það er 2 rounda swing. Það var annað round þar sem að þeir tapa eftir að vera búin að koma sér upp í 4-2. Það væri þá 3 rounda swing. Ef við tökum 3 rounda swing, þá er liðin 10-10. Já. Skilur. Og það er bara anyone's game. Þannig að það voru svona þessi kritísku round sem að fjallu Vega megin, og ég meina, við getum alveg talað það að Þór hafi, skilur, gert eitthvað mistök eða eitthvað. Ég held að staðnir hafi bara verið, Vega spilaði bara þessi round, sérstaklega, og allan leikinn, bara ógeðslega vel. Þeir litu bara virkilega vel út. Þeir voru að spila vel af hvor öðrum, þeir voru að hitta skotunum sínum, þeir voru mjög krisp, horfðu bara á, Brian í pistólinu, að ná þessum 2 frökkum, meiri segja í pistólinu sem þeir tapa á T-side, getur því hleypur hann út og tekur bara, skýtur í haus á 2, bara á sprettinum, og það var í rauninni bara svona ákveðin óhefni og of mikil fókus á að reyna að klára Bjarna sem að tafði þá aðeins bara í að establisera sig og ná almennilega stjórn á bombsætunum hann úti. Þeir voru bara að spila virkilega vel. Já. Það verður að segjast, og City-sæti hjá þeim leit bara frusu vel út, þeir voru vel skipulagðir, að sjálfsögðu við tökum ekkert fráleika einstaklingurum, einstaklingarnir voru að hitta í haus, það var þá Kitty Disco og Brian alveg fremstir í brotti fylkingar, smá rispur frá Vankari sjálfsögðu, vantaði dálítið deathkick inn í þetta og vírus, báðu svona ekkert rosalega vegamiklir í þessu, en þannig að þá eitt mapp eftir að koma. En hver er MVP-in í Train? Sko, það er toss-up á milli Brian og Kitta. Brian var bara ofar á skorbortinu, hann var með impact frögg, hann var að opna roundin og var bara svona kritískur nokkur sinnum, bara aðeins meira heldur en Kitti. Þú segir að það hafi vantað vírus, ég er ekkert ósammála því að það hafi alveg vantað meira af vírus, kannski Vega Vitsi á meira á honum, en hann var alveg bara solid þarna á vappanum. Hann var svolítið að vera treytaður út, skilur, eftir að hann var kannski búin að fá 1-2, en hann skila alltaf sínu. Þannig að, ég gef Brian það hérna í leik nummer 1. Frábært, en það er óupæst næst á dagskrá rakleiðis til Þýskalands. Eru Þórsar að fara að koma tilbaka eða förum við snemma í sturtu á þessum fallega þriðjudagskvöldi? Ekki frá langt. Þá verður þú tilbúinn. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt. Já, hann gerir 24.000. Það er ekki alveg góð standi, sko. Ættir að gæða. Strákar, koma að núna. Nei, bílnúmer, já, það er ABLT27. Já. Flott, maður. Ég sagði flott, maður. Já. Klokk 2 á mánudag. Klokk á, takk það. Já, bye. Come on!
Velkomin aftur, það veka 1 á móti Þór 0 og já, það stutt í overpass en áður en við förum í það, þá langar mig að benda á, já, bæði þessi lið búin að spila overpass, bæði þessi lið, við sáum vísu ekki veka spila sér overpass en ég held að ég þurfi ekki að horfa á 13-1, tap á móti Hyper, bara tala sínu máli og ég held ég sé bara, ég er alveg góður, en við sáum hins vegar þegar Þór sigraði Neista. Neisti á blaði finnst mér svona næst lakasta til lakasta lið í deildinni, svona ef ég horfi bara á leikmannahópinn og það að Þór sé að krekja í nauman sigur í overtime móti Neista, það segir mér alveg dálítið, sérstaklega með við hvað við vorum að sjá hérna í train. Minnst veka að vera að spila bara góðan CS, þeirra að spila í gegnum bara stærstu stjörnuna sínar, þú veist, það Vanker, Kitty Disk og Brian og leyfa svona auka hluturkjunum auka leikurunum að taka bara smá baksæti. Já, Þór þurfa að gera bara gera betur, bara, þú veist, við gætum alveg farið í einhverja super detailed analýsu á því hvað það þýðir og allt það, þú veist, þeir þurfa bara að gera betur. Það er eiginlega engin partur af leiknum Counter-Strike sem þeir þurfa ekki að gera betur frá mappi 1 yfir í mapp 2 ef þeir ætla að vinna veka hérna. Þú veist, já, ég myndi ekki segja að þú horfur á síðasta mapp, þú veist, gerðu þeir eitthvað betur heldur veka? Nei. Bara tvímælalaust nei, það var ekkert eitthvað svona framúrskarandi, eitthvað nýtt, langar líka að benda á það, við erum að tala Bjarna í þessari umræðu yfir eina bestu yngjumlítara á Íslandi, gerði það sjálfsögðu með veka, mér finnst hann gera frábæra hluti með veka, síðan núna kemur hann inn í Þórslið og aftur vantar honum tíma, gæti verið og það er eitthvað sem við þurfum bara að veita honum. Glósubókin hans Bjarna gæti komið inn og klötsað þennan leik fyrir þá. Við vitum það að overpass taktiskara mapp og þeir eiga mögulega tækifæri á að einangra bardaðarna sína betur og gera þetta allt öðruvísi mapp heldur en train. Þannig að ef það er einhver breyting í möppum sem að fara mögulega að spila inn í hendina á Þór, þá gæti það verið train yfir í overpass. En við sjáum bara hérna, þeir eru allir búin að pússa Fountain, 3 þar, Stjáni Guli er búin að finna 2, Deadcake finnur á móti, Viktor og Bjarni og Mozart loka þessu og Þór koma sveiflandi út úr pásunni. Já, þetta var hægri krókur í round 2, sko. Þú veist, þarna gerðu þeir eitthvað betur. Þeir voru með óvænt púss í Fountain niður í rampin. Já. Ég hef ekki séð það oft, en ég hrifin að þessu. Ógeðslega hrifin að þessu. Þetta bara, bara punkturinn minn stendur. Glósubókin hans Bjarna, hún getur hjálpað þeim hérna. Já, tvímælalaust. Þetta er ekki bara, þú veist, aim duels. Og þeir voru bara lakari í aim duels á það. Þannig að sjáum hvað þeir geta gert. Brian búinn að finna line-up þarna þegar smókurinn lendir, nær að flassa fjarkan hérna. 2 flöss yfir og Mozart krækir í opnun hér. Hausam segir. Glokkar og ein degla. Það er ekki hægt að reikna með því að það sé mikið að fara að gerast í þessu róndi til veka. En það er aldrei að vita. Það er að fara að finna pening. Bjarni er farin út á örkina að vinna. En Stjáni Guli blokkar þessu hérna, finnur vírus. Og 2-0, hratt 2-0 hér fyrir Þórsara. Já, gífurlega hratt 2-0. Sálfræðilega hratt. Já, þá fáum við... Þetta er í hjarta, sko. Þegar þetta gerir svona ógeðslega hratt, lítur upp, 2-0, ok, reynum aðeins meira. Er leikurinn byrjaðir það? Ég meina, og svo líka bara eða þú ert veka, ertu komið með hérna stríðsflashbackinn úr 13-1 tapinu þínu, ertu alveg bara, nei, ekki aftur! Við getum ekki tekið það út fyrir sviga hérna. Alls ekki, og ég meina, þú veist, þeir sigruðu fyrsta mappið, sem var mappickið hjá Hyper, koma síðan inn í, já gott ef það var ekki 13-7 líka og fara síðan inn í næsta mapp. Það verður 13-5. Koma síðan inn í mappickið sitt sem var overpass, sama og núna og eru gjörsamlega, já bara niðurlæðir, 13-1. En spurning hvað gerist hér?
Já, þetta mikilvægt ránd held ég bara fyrir andlegu hliðina hjá Vega. Stjáni Kvili með flott pop þarna, spotta Brian, veit að hann ennþá til staðar í shortbatinu. Kitty Disco með háfaða í Monster. Sett töluvert púður í að ná utilinu frá B-setinu þannig að þið gætu í raun og verið bara labbað inn á sæti og tekið fætana sína með sínu utili fyrir að spara örlítið hérna á Vanker og Vírus og nokkuð flush. Bombarna sjálfsögðu liggur fyrir utan B-ið og senasti leikmennina eða rótið það hana. Þeir eru að fara að enda B og eru búin að gera groundworkið að ná utilinu út þannig að þetta verður aðeins þægilega fyrir þá. Fyrir ekki mann að vörn á B-inu til að taka með hér. Bjarni finnur ekki neitt, Tætt finnur ekki neitt, Stjáni finnur ekki neitt og þetta var sannfærandi B-execute. Það var bara B-lapp til löppuð út. Bara löppuð út, hittu öllum skotunum og það var ekki, Þór sá ekki til sólar. Nei, það er bara nákvæmlega þannig. Þetta er ekkert rosalega flókið, þú ert búin að beita út í það util og þeir eiga ekkert nema sætið til að halda að þetta verður ansi strempið og þú ætlar ekki að vinna einfaldan eina. Það er bara þannig. Það er bara þannig og það er verið að elda hér, það er verið að veiða Vanker, hann er komin á longið. Þeir ætti að fara að heyra í honum fljótlega. Nei, hann silendar Vanker og þetta er mjög vinsælt staðið til að halda í hérna inn á 5 klósetunum. Þessi staður heitir eitthvað. Hvað heitir hann aftur? Hlemmur. Hlemmur. Það heitir eitthvað á ensku. Clam. Yes, I'm holding a clam. Já, ég held að Rússarnir verið ekki ánægð með það reyndar. En 2-1 er staðan og ennþá smá peningur hérna á Þór en núna ertu með svolítið stóra ákvörðun, skilur. Viltu leyfa Vega að fá einhvers konar skriðþunga, meðbyr inn í þennan leik? Ég meina, þú veist, þeir eru búin að jafna og lótufjöldan sinn í tapinu á móti Hyper. Leið þú brýtur hann að þá hugsaðu, ok, þetta er allavega ekki sama rústið eða allavega að forsa og þeir ákveða að forsa hér Tættir á ákinum fyrir að vera hérna litli turnin einhvers staðar. Viktor með smókan með því og Kitty finnur Tætt ákinn. Já, endist ekki við lengi. Nei, Kitty er alveg búin að vera rosalegur. Já, þetta er bara ákaflega góð leikmaður. Við sáum hann sjálfsögðu seinast þegar hann var í Vega-line-upinu og það var Vega-line-upinu sem var hvað verst. Það var með Mean Degrees og Kitty Disco og það einhvern veginn funkaraði aldrei með Vírus sem ingemlítar. En Kitty sko frábær leikmaður og eins og við vitum þá er Mean Degrees í Dusty núna og spilar mér skilst í þessar umferð fyrir þá. Já. Þetta verður áhugavert að sjá þessa 2 leikmenn í þessum stöðum og við erum að sjá Kitty Disco pluma sig bara frábærlega. Og hann er leið mér að segja full reyndur núna. Bjarni var ekki með armor þarna og Stjáni Kvili nær að taka frakkin tilbaka og hann á alveg góðan séns á Brian og það bomban fjall en það er bara ekkert backup. Mozart var ekki til staðar til þess að halda bakinn á hann þetta er ekki þess að fallin. Sér hápíðan. Það er bara málið. Liðast í sundur, Vanker er hálfur. Þetta er séns fyrir Viktor. Bara grena og þetta er leikur. Sérstaklega núna, hvað er síðasti leikmaður? Hann er að koma í gegnum heaven, hann þarf að búast við Vírus hérna. Viktor, hann er algjörlega sundurspil, nei, hann ofeldar, hann overcookar þetta, býst við því að hann sé að fá leikmennið inn á æð, en bomban var að bíða allan þennan tíma. Núna veit Vírus á honum, býst við honum, erfitt fyrir Viktor, getur ekki búist við Vírus þarna. Las þarna að Rótiði væri að fara yfir og A var ekki búinn að sjá bombuna í langan tíma og ég skil Rótiði 100% að sjálfsögðu við erum með X-ray þannig að þetta er helvíti auðvelt fyrir okkur en þarna Vega bara að setja sig aftur í stöðu til að sigra rándið en ekki gera play. Þetta var sko það munaði hársbreyta það. Bjarni fer í fætin, hann er ekki með armor. Hann er með ákinn, hann er að taka það, ég held að það hafi verið Brian niður þá alveg langt niður. Býr til hennan séns á að komast inn. Viktor hefði bara þurft að láta þessa grenu fljúa og þá hefði leikurinn mögulega spilast töluvert öðruvísi. Það er rondið, réttar að sagt. En það er labbað út Monster núna. Skemmtileg pús fyrir það. Klassið er ágætt. Death Cake gæti gert eitthvað skemmtilegt hér. Mozart með fyrsta. Það er að taka annan neyri.
mjög lítið. Hvað er það mikið? 20 HP? Bjarni, hann er búin að koma sér skemmtilega stöðu hérna. Nær einum. Það er enginn að koma í gegnum klósettin. Erfitt fyrir að ná númer 2. Viktor takkar það niður af bollanum. Bara ef hann finnur hann, og þá er Tide. Já, ég erum ekki búin að staplista það að Tide kemur í bak. Já, það finnst vera svona gegnum gangandi þema í það minnsta. Ef hann býður hérna, ef hann sýnir þolinmæði, hann heyrir hérna flassið frá Deathcake. Finnur hann er komið með AK. Og góðamólan. Ákveður að fara og spara samt sem áður. Það er náttúrulega eins gott að þessi tímamáli sé góður ef þú ert að borga $400 fyrir glerflösku með smá bensíni og tusku. Sko. Já, vissulega. Það er Molotov cocktail. Þetta er svona, sko, framleiðslukostnaðurinn á þessu er kannski 600 kall, sko. Já, bara maximum. Íslenskar. Já, íslenskar. Já, ég meina, hvers konar flaska? Nei, við ætlum ekki að tala um það. Já, þetta er allt svona vintage collectors vínflösku. Já. Þess að það eru svona ekstra fancy í molla. Já. Sko. Bara einhver sko 18 ára rauðvín frá einhverju fínni vín á Ítalíu. Flöskur frá Titanic. Já. Ætli þær séu ennþá bara intact, bara heilar. Já. Það náttúrulega hefur alveg verið lenska hérna hjá framleiðendum, vínframleiðendum og viskiframleiðendum að hérna elda á botni sjávar. Ha? Já, það hefur verið gert. Sökkva bara kassa af viski eða víni í, 5 ár eða eitthvað og svo bara taka hann upp og selja hann dýrundómi. Ekki það að það gerir neitt eitthvað sérstaklega mikið, sko, en ég meina... Þetta er brilljant molli. Hvað molli er það? Þetta er molli til að eyðileggja smókin sem kemur í hérna Monster, en voru kannilega ekki að kasta þeim smók í Monsterið, þannig að það gerir lítið, eða mollin hittir ekki. Þetta er bara mjög snjallt. Ætlaði að fara þarna hratt og reyna að ná mögulega pikki í einhvern sem ætlaði að swinga gegnum smókin. Ja, svinga yfir smókin, en... Stórt hérna núna, Þór komið með fulla stjórn á Connector, eins og í það minnsta. Viktor er búinn að koma ansi langt þarna, það er búið að henda grenu niður og sprengja hurðina, þannig að Brian, hann er bara réttur maður og réttur stað, hann káður af vin sinn og þeir ná einhvern veginn 2 fyrir 1 þarna. Tide jafnar í liðum og þeir vita af einu leikmann í viðbótana í shortvatninu. Veka mjög heavy á þetta shortwatt control í defaultinu sínu á T-hliðinni. Takt eftir því hvað Þór er að gera. Þeir eru búin að pússa út og tjekka á monsterinu hvort það sé einhverju fleiri, bakka sér á sætið og Tide alltaf róti þetta yfir af A-inu. Þetta er rétt play. Nei, hann fer í graffiti. Er hann að róta alla leiði núna? Já, virðist vera. Vírus. Lappar hérna upp. Fjarkan, smókun kemur, þá vita þeir að þetta verður A. Stjáni Guli til varnar. Spila á teiningum. Hann er ennþá að fela sig nær þetta einum, ekki númer 2. Þannig að bombar þetta fara niður fremur auðvitað. Það er ekkert jú til í banka. Það er smókur. Það er smókurinn til að komast inn á sætið. Vírus. Hann er með sjens til að lurka hana smók. Gerir það. Smókinn búinn að feita. Hann er komin í góða stöðu á ruslinu. Kitty sko. Hann er akkerið sem á að tryggja rándið. Það er spottan að það. Bjarni gæti haldið þessu inni, en engin Kitty staðar og engin tími til að diffjúsa. Þannig að 4. rándið í höfn til Vega. Spilaði þetta snirtilega. Þrátt fyrir að ná ekki öllum fröggunum. Þá finna Vega rándið. Það skiptir máli. Það er það sem skiptir máli og peningurinn ekki frábær en alveg nógu góður. Vírus átti 10k þarna, en hann getur deilt aðeins meðal pöpulsins í liðinu og allir finna sér riffil og fullt af stöffi hér á hlið Vega. Ekki alveg einsleitur vopnaður Þórsmegin, það er Famas, það er MP9. Einn bjargaður AK hérna hjá Bjarna, en þá þarf hann að púla einhvern donk hérna út úr rassvarsanum og láta AK-in virkilega virka, en það er lappað hérna út B. Deathcake er komið fyrir framan smókin og Tide bara býst ekki við þessu.
algjörlega ekki. Stjáni nærða einu tilbaka en rífrakið kemur frá Brian og það bara beint svingað í púlið og Deathcake finnur Bjarna. Deathcake á undan þessum smók, krækir í opnun og hinir tveir í bústi. Þetta er svona, þeir eiga að gera sig grein fyrir að þetta er séns. Það er séns að þetta gæti verið í gangi. Mér finnst bara, þú veist, eins og þannig þú veist, Bjarni bara í hans haus, þá bara Brian ekki komið svona langt. Nei. Þú veist, þess vegna hann að spila anti-flash og að taka þetta swing í staðin fyrir að klíra hotnið betur, skilur við, þar sem hann getur tekið fætir á móti Brian og skotin í eyrað. Já. Það bara, það er eitthvað vanstilt á sétiliðinni hjá Þórakur núna. Og það þarf bara, þú veist, hvað eru margir píanóstillar hérna á Íslandi? Þú veist, örugglega ekki margir, sko, en þetta er brandari, það er ekki margir sem vinna við að stilla píanó. Já. En það þarf einhver að koma og stilla þessa strengi í Þór. Og kannski er það bara tími, en þú bara mátt ekkert við því að fara í gegnum 3 umferðir og vera ennþá vanstiltur. Ég velti bara fyrir mér rosalega mikið núna í kjölfar á því að hann tekur upp smókin sjálfur þegar hann búinn að hlaupa að monsterinu. Var hann að búast við að vera í monstersmók? Var það reporta til hans? Því að þeir labba bara alla leið eins og þeir hafi verið svona ok, ef að sjensin birtist okkur að það sé ekki smókur þetta fyrir, þá erum við að fara að labba. Já. Bara við erum að fara að labba í gegnum það og finna einhver opnum. Það er þetta sjálfsöryggi líka, þú veist. Það er bara ekki stoppa. Smókurinn kemur, halda áfram. Ég fyrir framann, halda áfram. Aftur, hérna Brian! Þetta er bara brilljant. Mozart að reyna að opna þetta með vappanum. AK-in gerir bara gríðarlega vel. Stjáni með 3 hér, nei, Brian nær rífrækinu og hársbreytt frá því að gera þetta. Hann á 13 í líf, Tommy. Já, búin að reikna með frækinu. Það er verið að prífæra mannin og hann á 13 í líf og hann einhvern veginn nær frækinu. Og þessi grensa var geggjuð. Bjarni nærðan fyrsta, núna geta þeir í raun og veru bara gert það sem þeir vilja en Bjarni ætti að vera á undan, vill ekki láta vita af sér þannig að hann tekur ekstra tíman í það sem að hleypi plantið. Hann er lár Appelínan hann þarf að miða í bankan og ruslið er smókað. Nei, þeir hverfa í burtu, búast til flanki. Klýri út flankið, Bjarni með kitta þessu sinni, komin í góða stöðu, þurfa þetta ránd. Þetta er nauðsynlegt ránd fyrir Þór hérna. Og hann sér hann! Sér hann? Æ, Dios mío. Dios mío. Já. Ég líka bara, það kom mér svo óvart að hann skildi ekki bregðast við. Já, bara... Ég réttist þér að ekki að hann sá hann af því að hann brást ekki við. Ég var bara, þetta líður að X við. Nei, það er ekki vekkur þarna. Það er ekki eins og þetta hafi verið svona út, hann var með krossherðið á honum. Já. Þetta var, mistök. Núna... 6 ránd til Vega og í röð. Já, þeir eru alveg að ráða öllu hérna termegin í sínum appikki. Vangar í tenginu, hoppar hérna skemmtilega upp. Reyna að sjá eitthvað. Það er einnig tengi, hann gæti verið krúsjál hér, Viktor. Kemur út nær einum en strax í rífrækinu Vangar og þetta er nákvæmlega það sem þarf til að sigra svona leiki. Það er 101 Counter-Strike, það er rífrækið að hefna fyrir. Sjá núna 1 leikmann á shortinu, það er tætt. Sáu aldrei Mozart hins vegar. En þeir eru að pússa í vissulega þægilega vopnið til að mæta, það er skátinn. Kiddisco kom með, þetta gæti verið stórt. Þetta var bomba, nei þetta var ekki bomba, bomba er hérna á Kiddisco en Smókin lætur vita að hann er þarna, þá geta Þórsmenn saminast hér. 30 sekundur eftir á klukkunni, Kiddisco
grunar af einn gæti mögulega kannski verið af flankan en þú að klíra það smókur á shortið, nei Molli á shortið fyrir ekki til að klúra út Sandbags, sér þarna fyrsta báðir til staðar en Kitty Disco er ekki sprayinu þarna og í kjölfarið Þórsarar konum með 3 round. Upgrade hjá Mozart úr skátt yfir í Vappa. Rísastórt skot þarna hjá honum á skáttinum. Já, gerði rándið töluvert auðveldara fyrir og já, ég sagði að það væri auðveldara að pússa á skáttin. Kannski ekki endilega. Kannski ekki endilega, en áhugavert núna, Tommi, þrátt fyrir það við sem að horfa á sko, þvílíka runu hérna frá veka 6 lotur í röð áður en þeir tapa þessu. Ef þeir tapa þessari lotu, þá er peningurinn í ruglun. Já. Þannig að það er viðsnúningstækifæri hér fyrir Þór. Sjáum hvort þeir ná að tryggja sér eitt swing round hér. Kitty inn í playgroundinu með AK en rétt missir af Deathcake þarna. Viktor gæti verið vesinni hérna. Nær að nú vera Brian finnur hann loksins. Geggjað flass og er spottaður, þarf að hverfa undan. Þeir reyna að elta og þetta er glæsilegt skot frá Vanker maður. Glæsilegt skot hjá Vanker en tætt. Hann tekur ekki gikkinn og gæti náð 3 hér. En Vappinn, hann nær að svara 2-2 akkurat núna. Það er... Nú er það vesen. Núna er þetta vesen. Og hann nær þessu skoti! 1-1! Vírus! Skiptir. Það er bara næsti Vappi! Stjáni Guli með allt að gera hérna, hann er að lappa í smókin, hann veit aldrei hvernig hann er komin út og Vírus er að spila þetta fullkomlega hér. Þetta er svo fallega gert hjá Vírus. Hann er með bakið bókstaflega upp við vegg, upp við kassa en er að spila glæsilega úr þessu klötsi. Þetta var geggjað hjá Vírus þarna. Það er eins og einhver hafi það er eins og einhver hafi sett álög á þessi swinground hjá Þór. Já. Bara þeir eru alveg að fara að brjóta bankan og setja þetta bara í 6-5. Nei. Það gerir svo vel þarna, Tommi. Já. Og hann nær 2, hann bara nær ekki 3. mannin. Og ég meina, þarfst ekki svona að gera eitthvað svakalegt mál úr því, skilur. Þeir eiga bara að ná að lenda. Þetta má ekki! Og hann er eina deglan, allir hinnir eru á byssum. Þetta gæti verið risastórt fyrir Þór. Já, við töluðum swinground. Þetta gæti verið nákvæmlega það. Það er lítill peningur á þeim, en Deathcake gæti verið nákvæmlega það sem að læknirinn pantaði fyrir veka. En fyrir nýjan skilar ekki miklu. Það er eins og þau séu bara algjörlega með á kristaltæru hvar Þór er að fara að koma í rótið. Viktor er að hlaupa hann í baki á Deathcake. Deathcake lítur að heyrt í honum. Einhvern veginn nær Viktor þessu stað sem áður. Viktor á ekkert HP hérna. Og það fer á Brian og Vanker en einhvern veginn að púsla þessu saman. 2-3, Viktor að liðast í sundur en vissulega með Vappan í höndunum. Spurning hvort að Bjarni geti fundið sér eitthvað annað að vopna það, leita mögulega en það er mjög riski í stöðu sem þessari. Djömspotar á 5-unni, sá þarna leikmannin, grensan er góð, Brian listilega hoppar tilbaka. Þannig svo James Harden í, fyrir svona 5 tímabilum. Viktor, hann spilar þetta virkilega vel, 3 frögg á honum og þessi gullfallega opnun á deglunni hjá Mozart. Gerist ekki fallega. Þetta var taktföst degla. Svona bam, bam. Þannig að hann, eins og svo nafni hans, Mozart, var með taktin á hreinu í þessum fight í það minnsta. Frábær viðlíking. Já, ég glimti hvað svona metronome heitir. Svona dugg. Taktfast. Já, þetta er svona unit sem er notað til að halda takti, En Bjarni, hann finnur einn en Vírus svarar þarna. Þetta sá enginn.
þetta flastur blindar Brian en einhvern veginn hann ekki refsað. Einn á shortinu. Það var ágætlega spila að komast inn á site en sjáðu þetta, það 2 eftir lífi fyrir Þór. Af hverju ég bara, skilur, með hjarta í buxunum þó að þeir séu á byssum og Vega séu á pislum og þeir ná að opna og þú veist, og ég samt bara, þú veist, mér finnst það aldrei örugt. Út af því að þeir, sko, Vega eru klínískir í sínum aðgerðum. Þeir vita allir hvað þeir eru að fara að gera og þeir eru fully committed á hvað, þú veist, planið er. Það er ekkert verið að hossast neitt og reyna eitthvað að gera eitthvað sjálfur. Það er bara, ok, við erum að gera þetta, ok, bye, gerum þetta. Og ég menna að það skiptir máli. Það gerir það, en Þórsarar þeir ná allavega að klóra í bakkan þarna 7-5 í hálfleik og við vitum að þeir eru sterkari tíminn. Já. Var það ekki, það var T-hliðin sem þeir tóku 9 á móti Neista? Já, bæði liðin voru betri terminn. Þannig að sáum til hvað geta matreitt hér á móti Vega þá að hlaupa Bjarkan? Nei. Það er verið að skjóta fárótetið yfir en ekki alveg, ekki búin að kommitta. Brian, það er Jones-bótað að shortið, heyrir í öllu, grensan ætti að vera góð og það. Brian og Kitty Disco deila með sér fröggum þarna, Deathkick, hann grillaður þarna. En já, þetta er bara Brian og Disco sjóið. Já, hvað, Bjarni? Hann ætti að séða hann. Nei. Gengur ekki, þú veist, Brian og Kitty Disco eru búin að vera sturlaðir í þessum pistum. Já, þeir voru bara frábær viðbót við lið sem var nú þegar spila úrslitaleiki. Þannig að, þú veist, þegar bætir ennþá meiri hæfileika ofan á það, vissulega missa Furious sem að er stór blóðtaka og líka missa Bjarna og þannig, en samt sem áður, þú veist, þeir bæta við sér skotkraft og það vantar Sörk ennþá. Deathkick að spila fyrir hann í raun og veru, þannig að það er ennþá meiri skotkraftur sem gæti verið í þessu liði og Sörk að yngjum líta fyrir á þokkabót, þannig að þeir eru að spila yngjum lítið lausir með, Deathkick. Ákveðið. Já, þetta er bara slípað lið, þetta er bara lið. Á móti, liði sem að koma saman í fyrsta skipti, einhvern veginn. Já, Þórsarar búin að ná stjórn hérna á miðsvæðinu. Þeir að fikra sig inn á klósettinn, sjá hvað ég finna þar. Smungur frá Vírus, hleypið einungis nær. Hann er takkaður niður í tvisvar. Mozart heldur áfram að láta Digna stingja. Báðir fallir á og þá er Brian. Þarna er Viktor kominn langt á undan rótetinu og Viktor með stórt 3K hér og Kitty einn eftir nær að bakka hérna í burtu en einn maður í bak og einn fyrir framann. En ég held að Tæt hafi bara ekki viljað að bara stela fragginu. Nei, I'm a team player. Ég ætla ekki að stela, ekki að startpata. Já. Allt í lagi Tæt, þú mátt alveg stela. Hann má stela stundum svona í svona aðstæðum. En ég verð að segja, þú veist, í gegnum bæði Train og núna Overpass, þá finnst mér Viktor búin að skara svolítið fram úr sem svona impact-fraggarinn Þórs megin. Og Stjáni Guli hérna í Overpass, svona þétt á eftir honum. En í báðum uppunum Viktor. Hann er búin að eiga alveg þó nokkur svona multi-kill round. Mér finnst bara Viktor oft gleymast í þessari umræðu. Hann kom náttúrulega á sjónarsvið fyrir stuttu síðan sem bara drusu góður riffill í senunni og þú veist, hann gleymist oft í þessari umræðu þegar við erum að tala bara stjörnur og hann getur klárlega í besta laug í Íslandi verið svona 2-3 stjarna. Bara 100%. Horfðu á hann bara núna. Hann tekur 3K opnunina í síðasta rándi. Hann er með 2 núna. Vissulega á móti pislum, en hann er samt maðurinn sem er að fara og finna þessi frögg. Já,
Hann þorir og tekur plássi sem að þarf. Stjáni Gulli spottar þarna gott ef þetta ekki vangar á aðsætinu að jumpspotta. 4. Þetta er galinn digluleikur og vangar Viktor, já, hann er 6 fellur í síðustu 5 rándum. já, bara 2-3k og í þokkabót í erfiðu rándi þar sem að er dálítil pressa undir hjá á Þórsurum að kræki rándið eftir pistólið þá er Viktor að gera mjög vel og Er þetta svolítið þannig að við sem að horfa á Þórsliði vera svona sterkt témegin af því að Viktor fær bara svolítið að leika lausum hala. Hann fær að skýra témegin og fær að finna þessar opnanir sem hann er búinn að gera núna þessi 2 ránd í röð. Og bara kannski er hann bara stór faktor í því að þeir standa sér svona vel. Og það getur bara vel verið út af því að við sjáum hann sem riffil þá finnst það ótrúlega gaman að taka bara rosa mikið af fætum og ég gæti alveg séð Þórsliðið ef þeir leggja sig eitthvað til í það í möppum þar sem að sóknin fær mikið pláss eins og í overpass þannig að fá þeir mikið pláss frekar frítt til að taka fæta Ancient upp á ákveðnu marki Mirage, Dust 2 þetta eru allt möpp þar sem að Viktor gæti fengið að skína miklu meira heldur en í Inferno heldur en í Train, þú veist sem Terry þú færði ekkert mikið pláss Nei. Ég sérstaklega ekki þegar að Vega er að pússa inn í kompu á móti Í hverju einasta rándi Þannig að það er svona critical en það er B-take hér Uspur, ein P250 og Bjarni kasta bara bombunni og hérna þurfum við bara að bíða út tíman sem tekur fyrir bombun að sprengja Tætt bíður og bíður og bíður og bíður hann er ekki fara að opna þessa hurð ég get alveg sagt þér það skemmtilega að gera það er sant voru með leikmann upp á vasspípunni þetta er líklegast vass, nei þetta getur ekki þetta er alltof stórt fyrir vasspípu loftaresting mögulega Ég bara kann ekki skila því sko Nei, Ég meina jú, sennilega of stórt fyrir það að vera vasslögn skilur þetta bara einhvers konar ég meina, það er stóra pípur frá Nesjavöllum með heita vatni Nesjavallapípa inn í einhverju útkverfi nei, þetta er ekki einhverju útkverfi í Berlín þetta er einhvers staðar jú, þetta er í Berlín það er nálin í Berlín Já, nálin sést þarna, þetta er í Berlín þetta er á einhverju vinnusvæði þetta er skemmtileg búst þarna eitthvað sem að Þór voru búin að reyna aftur Viktor með stórt fragg en getið þið sko loksins nær að slökkva í Viktor Þór búin að vera á góðu rönni hérna senastu ránd eftir pistólið og núna er þeirra tími nema Vega ná að stoppa þetta hér í fyrsta stóra kaupinu sinu Vírus og Vappan í þokkabót eiga betri leik, svo sem engin sjokkar að segja eiga betri leik sem Vappi í overpass en hann er ekki búin að vera mikið á Vappanum í þessu leik Nei 8-8 staðan hérna 3-4 sækja Þórsmenn Mozart gæti fengið tækifæri hérna á móti Vírus en það er erfitt að gera það þegar þú lappa bara hægt inn í línuna en Tætt svarar snögglega Brian til varnar hér fyrir aftansætið svingar á hárréttum tíma voru að búast við einhverju öðru Stjáni Gulli, hann er búinn að vera þokkalegur hérna í overpass Smóku fyrir bæði banka og ruslið veit af kittadisku núna og plantið kemur hérna út það er feikað, þeir eru ekki að fara að labba út smókurinn er að feita fyrir ruslið og þá eru þeir að fara að doppelsvinga koma báða á opti og spreyið kemur hérna niður Stjáni nær kitta en Deathcake nær frakkinu og þar með rándinu 9-8 þetta var hársbreytt frá því að fara til fjandans Já og Deathcake sem að sáum fellinu hana á liðsfélaga sinn en
þetta var hársprit, það þurfti ein kúla að tengja í haus þarna hjá Deathcake og þá hefði þetta ránd fallið Þórsmegin. En þeir eru allavega að sýna okkur það að þeir geta bitið tilbaka, þeir eiga ennþá pening og munu eiga það bæði í þessu rándi og næsta öllu óbreyttu. Og það komið vappi í hendurnar á Mozart. Restin á rifflum. Þetta rándið fyrir Þór til að Swingránd. komast yfir. Þetta rándið til að komast yfir. Mozart á vappa eins og talar en hinum megin MP9 á Kid Disco og Vanker á autosökun. Hver í óskupunum ætlar að fara með hana? Hann finnur leið. Og fara að sópa í kona. Gæti verið. Ég meina, ég myndi segja hvað, þú spilar hana hlem, þú spilar hana konna, þú spilar hana close á shortið, close á monster. Já, nóga stöðum í raun og veru, en eða heaven, bara svona til þess að púðra á fólk. aðeins að pipra. Fer í konnan, ágætt grensa þarna sem að fer á vírus, 84 HP á honum eftir það, en nóg af plássi sem verið að veita hér Þór og þeir mjög sátti með það og æðir hérna 5-una. Það kemur stöff hérna á bíðinu, mikið fake en vírus gerir vel, hann spottar Viktor þarna, Viktor ekki með crossleiri á réttum stað, þá kemur flastið tekur Mozart af línunni og Viktor og vírus með allar upplýsingarnar, hann var búið að feika þetta vel niðri. Það búið að klíra shortið líka. Þarna á bara overrót þetta allavega einum yfir á æð og leifa autosökkunni bara verið tengi eða eitthvað. Það eru 56 sekundur eftir, þetta er risastórt mapp, ég efast að ég var að róta þetta yfir á terspunnið, yfir á bíð, hvað þá ekki ennum tengið og þið getið overrótið að eitt rótið komið en Brian er einn inn á klóstunum, hann er einn. Einhvern veginn nær hann þessu. Þetta er ótrúlegt að hann skuli ná þessu. Það verður bara að segjast gífurlega mikið að Drán svingar aðeins of langt með eitthvað flassir var staðsett. En þá þarf Kitty að taka honum stóra sínum, MP9 í höndunum, nær ekki fröggum, nær að pipra og það fyrir autosökkunnið. Tekur hérna fyrsta og vappin er lár autosökkunnið. Þetta er svo óþægilegt. Þetta er ekki hægt. Og Deathcake nær fragginu 8 sekundur. Það eru 8 sekundur. Nær ekki plantinu. Hoppar hérna yfir, hann ætla bara að hlaupi burtu. Hvað er Deathcake að gera? Þú vinnur rándið á þessu. Ef einhvern tíman þú þarft algjörlega á þetta er svo tæft, Deathcake. Þetta er svo tæft. Hvaða Nord lagði þessi álög á Þórsara? Þeir mega ekki vinna swingránd. Þeir mega ekki vinna rándin þar sem þeir neyða andstæðinginn í spar. Vanker þarna með mesta vesenið og exemið inn á sætinu og svo einhvern veginn, Deathcake feilar hoppinu. Já, þetta, já, hann feilar sprayinu, hann er eiginlega búinn að ákveða að beila. Já. Og hoppar hann í banka, það einhvern veginn feila líka. Hann átti ekkert erindi að lifa þarna. Ekki neitt. Tætt átt að ná fragginu. Vá, þetta er álög, eins og þú segir. Þetta er bara álög. Ég fjall í gólfið hérna, sko. Þetta er ekki eðlilegt, Tómi. Það er einhvern veginn eins og bara, þú veist. Það er ónæmi fyrir swingarátum. Já, þú veist, þetta er ótrúlegt. Bara tímasetningarnar falla alltaf akkurat gegn þeim. Kitty hauskota hana á MP9-ni. Mozart ennþá með vappalínu hana á tunnur. Vita enga veginn að því og hafa í rauninni ekkert rosalega mikið jútil til að smóka út og taka hana opnun. Brian komin í rótitið, smókur hérna á brúna og swingið kemur. Mozart er flassaður en er í öryggri höfn. Brian tekur fraggið. Deathcake alveg úrhrættu við að svinga þarna inn í monster og núna hlaupa þeir í burtu. Rótiti komið yfir á B, það er einn eftir á A, það er Vanker og surprise, surprise, hann er á autosökkun. Já, og tætt og ekki mikið líf. Hann situr svo sem aftalega í banka, veit af þessu núna en þeir þurfa að vera að passa bakið, vírus er komin upp. Og Vanker er með fyrsta, tætt tekur hann í eirað, Brian
sína fell og tætt þarna og klárar Bjarna líka. Brian búinn að vera á eldi hérna í kvöldtómi, 21-13, leiðir veka vagnin hér í mappi númer 2 og kemur þeim í 11-8. Single bicep, kveðja á streymið í þokkabót. Þetta er... Hvað er hann með pre-workout dunga þarna fyrir fram að segja? Já. Það er Brian Special. Hann ætlar að sofa einhvern tímann á þriðjudaginn í næstu viku. Það er nokkuð ljóst. Það er ein svona þurrskeið á milli randa. Helliði með þess bara upp í sig. Ekkert vatni en eitt svoleiðis. Leifir þessu bara að harðna og leifir munnvatninu að gera töfra sína. Tactical time out. Tekið af Þór. Hvað gera þér hér? Ég held ég fari ekki með rangt mál þegar ég segi að það er alveg virkilega óhollt að fá sér þurra skeið af pre-workouti. Það er alveg bara svona nýrna feiljur eða eitthvað álíka, sko. Já, þú veist, nýrun er ekkert að ná að vinna eitthvað rosalega vel út úr þessu, þannig að ég held að landlæknis embættið hafi eitthvað að segja hvernig hann ætlar að innbyrða pre-workoutu sitt, en bara hann er frábær einstaklegur í síðast allavega, ekki breyta hennu. Viktor þarf að halda áfram að taka honum stóra sínum hérna og opna fyrir liðið sitt ef þeir ætla að eiga séns í þessum leik núna. Það er að duga eða drepast. Bústið komið þarna, Kitty Disco er að horfa yfir. Hann læðist læðist það. Einhvern veginn búinn að finna einnað í gegn. Kitty Disco með grenuna, tekur Stjána gula og Kitty heldur bara áfram. Þeir eru rétt komnir út Monster og þeir eru komnir í 3-1. Mozart hér búinn að minnka þetta í 1-2. Veit af manni í graffiti. Það er Brian Lár. Þetta gruna það allavega. Mozart kominn í kubbið fyrir neðan hefnið. Þeir þurfa ekkert að flýta sér. Pressan er öll á Mozart. Hann er vissulega með bombur á bakinu en hann er í 2-1. Þeir eru í góðri stöðu, getur bara chillað. Það er ekkert sem getur tekið á báða úr leik. Hann verður að planta eða pússa á hitsætið og þá er að fara að retaka 2-1. Já. Með, 2 smóka, 1 mól og 1 flass. Þú veist, þetta er bara frábær staða. En leiðin til að tapa þessu rándi fyrir veka akkurat núna var að gera eitthvað. Þetta er glæsilegt, vissulega skot hjá Mozart og maður sá alveg fyrir sér að það gæti komið þarna gott breyttransfer yfir á Brian, en Brian bara með frábæran leik, 23-13, 109 í ADR á honum, 111 eftir þetta ránd, ásækið. Komist það hvað pre-workout þú deyra? Það er allavega Hvað kross er hann með líka? Ég vil fá að vita það. Ég sé það ekki myndavali. Það sé Brian pre-workoutið. Bara komið svona eigin línu. Já, bara 12-8, veka einu rándi frá því að tryggja sér stig í þessari umferð á móti Þór og senda Þór í 2 töp í röð. Heyrðum ekkert það á seinasta tímabili þegar að þá Þórs line-upið var ósýrandi. En öldin er önnur. Ljósleira tímabilið er liðið og Þór þurfa að finna sinn takt hér með þetta line-up. Viktor með Mac 10 inn á hlemmi. Ég er ekkert komið rosalega mikið map control. Þeir eru með tengið vissulega. Deathcake í smá vesinni, ákvörðan á smókið sinn. Ekkert að drífa sig að krossa frekar en að vita. Og Vírus finnur Viktor inn á klósetum. Já, þetta er svolítið mikið búið að vera sagan í þessum leik.
það bara búið að ganga rosalega vel hjá Vega. Þeir eru bara... Já, rosalega vel Vega, en mér langar að bæta ofan á það. Við erum enn og aftur að tala þessi swing round, ekki að falla með Þór og það svo risa stórt. Þetta skiptir eru það 2, mögulega 4 round, þannig munurinn. En bomban að fara niður, þeir eru með 4 á 4 hér í afterplant situation, í afterplant aðstöðum. Brian, hann búin að setja í 3 á 4. Tætt þarf að virkjast, finnur fyrsta Stjáni Guli með annan, Brian fellir tætt og þá það Stjáni Guli og Bjarni. Stjáni á ekkert, hann á 2 í líf, að spila af Bjarna, en Brian búin að finna hann. Stjáni spilar þetta ákaflega vel, en allt kom fyrir ekki og þar fór sjóferð þá. En sko, hérna getum við dálítið verið að tala að Vega, þeir eru að spila góðan leik út í gegn, heil sería sem að þeir eru bara að eigna sér og sigra lið sem að, já, ég hata að vera að vísa alltaf í mitt eigið ranking þar sem ég powerrankaði í fyrstu útsendingu, en mér finnst Vega bara að vera lið sem að eiga að leggja Þór á velli, vissulega að tapa fyrir Hyper í seinustu umferð, en þetta var bara skildusigur fyrir lið eins og Vega. Já, og þeir bara stóðu við sitt á server hér í kvöld. Mér finnst það áhugavert, skilur við, þú veist, þeir eru búin að pikka núna overpass 2 umferðir í röð. Þannig velja sér overpass, voru minna sannfærandi þar heldur en á trein. Kannski það bara því að Þórsararnir eru sterkari þar, ég veit það ekki. En, þú veist, ef þetta ætlar að vera aðal mappið sem að þeir spila, þá myndi ég alveg vilja sjá þá ennþá meira brakandi ferska á þessu mappi. En þú veist, eins og við sögum, Þór með ofnami fyrir þessu swingroundum, bara í öll skiptin í kvöld, Tommy, þar sem áttu séns á að brjóta bankan. Já. Og koma sér í leiðandi hlutverk, þar sem að þeir leiddu leikinn og stjórnuðu svolítið hraðanum á leiknum, að þá brotnaði eitthvað. Og í sumum tilfellum var það mögulega einhver mistök eða eitthvað sem þeir gerðu. Í flestum tilvíkum samt að þá var það bara Vega steig upp í rándunum sem að skiptu mestu máli til þess að loka báðum þessum möfum. Já, og sko, mér langar, ég rosa mikið búin að vera að tala svona að lasta liðum og svo framvegis. Ég er búin að vera frekar neikvæður svona af, ég ætla að vera mjög jákvæður. Ég sá bjartari parta núna heldur en ég sá á Þórsliðinu á móti til dæmis Neista og KPO. Þeir voru, það voru breytingar, þú veist, þeir voru aðeins ákveðnir sérstaklega í overpass og sjálfsög bara betra mapp fyrir þá. Ég ætla að setja ákveðið spurningamerki við treyni þá ef það er búið að ganga tvisvar frekar illa fyrir þá og tapa náttúrulega líka móti KPO. Það er svona, það gæti verið eitthvað að leyfa Viktor dálítið að finna hvar hann að fíla sig í þessu line-upi, spila eins meira á stjörnundagirnar í bæði Viktor og Mozart og sjá hvað það gerir. Og ég meina, enn og aftur, við minnast á það að það er hæfileika líka á bekknum. Við erum með pressa á bekknum, annarkvort pressi eða Mozart eru bara svona einhvern veginn að skiptast á að koma inn og út úr line-upinu. Ég er ekkert endilega rosalega hrifinn að því. Spurning hvort að þú ættir að setja annarkvort á riffilinn og fá aðeins meira fracking output í þetta lið. Mjög valið punktur. Og ég held að við munum ekkert endilega sjá, skilur Þór eiga sína bestu leiki fyrir að þeir finna út úr þessum roster uppstillingum og það er bara eins og segir, þú veist, tími sem að þarf að líða þar. Mér finnst þeir vera vaxandi að ákveðnu leyti viku eftir viku. Mér fannst þetta aftur vera svolítið svona, við fengum kafla þar sem mér fannst Þór líta rosalega vel út. Við fengum kafla þar sem mér fannst Þór líta út að vera svolítið týndir í hafinu. Mér fannst Vega líta rosalega vel út, eiginlega öll rándin. Það komið að nokkur ránd í overpass þar sem að Þórsarar bara svona, þú veist, voru þéttingsfastir og bara svona svolítið, þú veist, kildu á niður sko. En það var ekki mikill fjöldi. Þannig að já, veist, þetta verður áhugavert að fylgjast með þessu út tímabili. Ég held að Vega sig klárlega sérstaklega með sörk á bekknum. Þú veist, ég meina
við vita allir hvað Sörk getur gert. Hann svona, þú veist, einn af þessum gæjum, in-game lítirinn þeirra, hvernig spilast möpp eins og overpass til dæmis þegar hann komin inn og að kalla með glósubókina og öll ströttin. Verða þeir ennþá sterkari þar. Já, þannig að þú veist, getum við samt aðeins talað sko, þessar 2 leikmenn sem koma inn í Vega á þessu tímabili. Kitty sko kemur aftur inn í Vega-lænarbið eftir, fyrir 2 tímabil, þá var hann þar. Brian, þú veist, getum við gefið einhverjum öðrum heldur en honum MVP-ð? Nei. Hann bara doffrakaði bæði upp og var instrumental, held ég, bara mjög instrumental í báðum leikjum í að tryggja sigurinn. En þú veist, Kitty sko fylgir honum fast á Highlands, skilur við. Það er ekki mjög langt í Kitta þarna fyrir aftan. Hann spilar bara, þú veist, hann spilaði bara aðeins öðruvísi hlutverk, skilur við. Mér fannst það ekkert ennþá að vera hitt eitthvað verri eða annað, hann spilaði bara aðeins öðruvísi hlutverk og var mikið til dæmis á, þú veist, MP9 í overpass þegar þeir voru að spara og hann var alltaf að pipra fólk niður. Bara, þú veist, rosalega hittin leikmaður að ég virðist, sérstaklega með þessa fyrstu kúlu og við sáum það bæði í pistolrándunum og við sáum það á MP9 að hann var alltaf sífellt að tengja þessa fyrstu kúlur í hausa og setja Þór á afturfótinn í öllum pússum og já, og svo bara Brian, þú veist, hvað getur við sagt? Það bara, vorum við ekki að horfa á leikinn eða? Hann spilar eins og varst líka við, þú veist, þarna Kitta Disco, hann spilar svona eiginlega chat. Hann rosalega mikið bara í andlitinu á þér og þú verður að hitta fyrstu kúlunni, annars hann að fara að ná frakkinn á þig. Já. Og hann er strax byrjað að leita næsta fight, það aldrei efasemd að hann sé ekki að fara að leita næsta fight. Þetta er bara pjúra stjörnuhlutverk sem hann lætur sjálf sig í og hann að executa það fullkomlega, finnst mér. Ég held ég aldrei séð hann í kvöld bara, þú veist, taka einn og síðan svona, já, ég ætla bara halda þessum part af mappinu, skilur við, þú veist, það var alltaf bara einn ég ætla að fara hingað, því líkurnar á það ég fái næsta fight, einn herri, ok, ég ætla að fara hingað, það líkurnar á það ég fái næsta fight, hann var líka bara, hann var crisp á rotatunum, hann var mjög snöggur og duglegur að vera réttum maður á réttum stað, til þess að taka á móti þessu, til þess að vera annar maður inn í einhvern fight, það gerðist alveg oftar en einu, oftar en tvisvar og hann og Deathcake spiluðu rosalega vel af hvor öðrum, til þess að bara svona algjörlega loka hlutum og það kannski svona herslumunurinn sem ég fann svolítið vanta hjá Þór núna að það var bara meira verið að spila af liðsfélögum Vegamegin og þú veist, ég hef ekki tölað í hvað það gerist ofta, kannski Þórsararnir, þú veist, þeir keyrðu inn á einhvern sæt, þeir náðu einhverju opnun en svo var það bara, þú veist, það var treytað tilbaka, svo kom damage og á næsta Þórsararn og öðrum þá treytað tilbaka, þú veist, það var aldrei svo var rótiti komið, þú veist, þeir ná þriðja það treytað tilbaka, þetta var svo sjaldan eitthvað að við sáum Þór koma inn og bara strauja eitthvað sælt, en á hinni hliðinni þá sáum við það að sífellt gerast Vegamegin, að Vega kannski bara, þú veist, hvað, þetta var fyrsta rándið sem mótsettum með vappa í overpass. Já. Þú veist, þá bara beita þér út stöffið á B-inu, svo bara koma þér inn og bara 5 sekúndur setna, 3 leikmenn fallnir, allir 5 leikmenn Vega á lífi og bara, ok, já, er búið, þú veist. Það var einhvern veginn svona þannig. Já. Þannig að þú veist, það er líka það sem ég meina, skilur, þú veist, það komur nokkuð svona ránd frá Þór, en bara ekki nógu mörg. Þeir eiga þetta alveg til, þeir eiga þetta alveg inni, ég hef mikla trú á öllum þessum leikmönnum, ég hef mikla trú á Bjarna sem in-game lítir. Já. En ég bara svona, og það kannski er ástæðan fyrir því að ég er svona smá skuffaður af því að mér langar bara að sjá meira frá þeim. Einmitt. Það er nákvæmlega þannig. Það er spurning hvort að við eigum stöðutöfluna til að sýna hérna því að við erum núna búin að spila 2,5 umferð svona nánast en það er verið að uppfæra stöðutöfluna. Þá langar maður að grípa þennan bolta og segja bara eitt sem ég tók eftir í sókninni hjá Vega sem þú bentir fullkomlega á. Það gerir þetta bæði í train og í overpass, bæði CT-main sem að mér finnst rosalega áhugavert bara sem lið og spurning hvort að Sörk eða einhver hafi lagt þessa línu snemma út af því að í bæði skipti sem það kemur full gun round þá taka þeir svona chokehold round þar sem þeir koma út kompuna og bara in your face, bara annarkvort eru þið að fara að fight okkur og vinna
eða þá við erum að fara gjörsamlega kaffar þessu rándi og þið eftir að skammast ykkar á spóni í næsta rándi. Gerir þetta þarna eins og þú lýstir þarna þar sem þið löppuðu bara út shortið og monsterið, taka fætana, rándið er búið. Þetta er fyrsta gunrándið og þú lítir upp á skorbortið og bara, vá, þetta gerðist ógeðslega fljótt, hvað er að gera núna, skilurðu? Þetta er óþægileg ránd og Vega, þetta er eitthvað sem að andstæðingar þeirra ættu að svona byrja að pikka á núna og mögulega, þú veist, ef við sjáum það í öðrum öppum eins og núk, það geti komið ramprössið, það geti komið innrössið, bara svona til að leggja línuna snemma í leiknum, til að fá leikmenn í hinu liðinu, bara til að eyða jútili alveg út allan hálfleikinn og þetta er mjög taktískt og mjög skemmtilegt finnst mér. Þetta er bara, byssur upp, kassin út. Já. Og svo bara tvöldaf. Já. Þú veist, þetta er rosalegt, það er bara þannig. En hérna, wow, fannst þetta Tói? Fannst það? Skjálfti eða? Það var skjálfti, maður! Það var skjálfti, nýtum við til að minnast á það, skjálfti er hérna sjálfsögðu næstu helgi. Búin að tala eins hann fyrr hérna í kvöld en grafíkinn komin upp á sjónvarpið hérna, þetta var sko, ég fattaði ekki samt að kameran var á þér, þú ert ekki með vatn í glasinu sko, ég var að reyna að spila með vatni hérna. Já, Jurassic Park. Já, svona svolítið svona wow, skilurðu, en farðu við stöðuna fyrir okkur. Í fyrsta sæti eru 3 lið, Dusty, Vega og KPJ með 4 stig. Þar á eftir í 4., 5. og 7. eru Bakkus, Þór og Hyper öll með, reyndar Þór búnir að spila sinn leik en Bakkus og Hyper eftir að spila sinn leiki og síðan ennþá eftir að kræki stig er Saga, Klass og Neisti eSports. Kemur örlítið óvart að Saga síðan á botninum en að sjálfsögðu við erum búnir með 2 umferðir og 1 leik, það er ógeðslega mikið eftir þessu tímabili, við klárum ekki fyrir nóvember. Já, það er nóg eftir og hérna og ég, eins og ég segi, þú veist ég held að þetta eftir að jafnast aðeins meira út yfir tíma, ég held að við eigum eftir að sjá, þú veist, við eigum eftir að sjá Þór stígandi, við eigum eftir að sjá einhver lið dalandi, við erum að fara að sjá einhvern skjálta í einhverjum, þetta var ekki pönn, við fá einhvern skjálta í einhver lið, þannig að þú veist, það er einhver að fara að droppa einhverjum öppum, það er einhver að fara að vera einhver uppsets, ég held mér samt við það, að ég held eftir því sem að við líðum, eftir því sem líður lengri á tímabilið, þú veist, að þá er bara forskotið sem að Vega hefur á því að vera lið farandi inn í þetta tímabil og skilur í rauninni svipa forskot og Dusty hafa að því að þú veist, þeir svona copy-paste-uðu line-upið, skilur á milli staða. Það er mjög mikið. Það var það mikil rótring, það var það mikil umturnun á alls konar stöðum að ég held að þetta séu liðin sem er að fara að skipa sér í fremsta flokk og er að fara að berjast titilinn bara út frá því að þeir byrja sko með alla sílindir að aktífa. Ég er að fá fregnir af því að Saga á móti Hyper eða Hyper á móti Saga er í gangi akkurat núna og það er 1-1 í þeirri seríu þannig að endilega ef einhver er að streyma því endilega kíkið á það. Ekki missa af skjálta núna föstudag og sunnudag í Digranesi. Það verður að endurvekja bara barnæsku drauma mína að mæta það LAN. Ég mun vera þarna á staðnum og labba og vonandi fæ að heilsa upp á einhverja frábæra kumpana og stelpur. En já, þá erum við búin hér í kvöld. Það er Dusty á móti Neista á fimmtudaginn. Ekki missa því og við sjáumst kampakátt í Digranesi á föstudag og sunnudag. Verið sæl.